armar. Hann skautið krúsflaugfærum sem eru í þróun, sem verða sett í notkun nokkuð fljótt, en þau eru í þróun og þau hafa sannað sig að vera mjög bánvæn. Bandaríska sjóhernum mun leiða hönnun þessara skipa ásamt mér vegna þess að ég er mjög fagurfræðilegur einstaklingur, ásamt samstarfsaðilum okkar. Íslensk iðnaður og við ætlum að hafa Pete Hegseth og Marco og mikið af mjög hæfileikaríkum fólki í þessu, en mikið af þessu er þegar gert. Við höfum verið að gera þetta í mánuðum. Verkfræðin mun skapa þúsundir amerískra starfa. Við munum fá störfin búin til. Ég meina, nú þegar, eru verksmiðjur að. Ótengt við þetta, þótt gervigreind muni verða mikilvægur þáttur þegar kemur að þessum skipum. Þau verða mjög stýrð af gervigreind. Fréttin í dag. Annað skref í verkefni okkar að gera sjóher Bandaríkjanna öflugri en nokkru sinni fyrr. Og aftur þegar talað um 100 sinnum meiri afl þessara stóru skipin sem við höfðum fyrir árum. Það er frekar magnað, og í næstu viku ætla ég að hitta varnaraðalverktakana. Ég ætla að hitta þá hér. Flórída, og við ætlum að ræða framleiðslu áætlanir þar sem þær eru of hægar. Við höfum margar þjóðir. Bandar sem vilja kaupa. Við gerum langbesta búnaðinn í heimi. Enginn er einu sinni nálægt en þeir framleiða þá ekki nógu hratt. Svo við ætlum að hitta þá. Að tala framleiðslu áætlanirnar. Við ætlum að hafa sterkar framleiðslu áætlanir. Og eina leiðin sem þeir geta gert það er að byggja upp áætlun. Jafnvel með F-35. Við höfum marga sem vilja F-35 orrustuþotuna og það tekur of langan tíma að afhenda þær bandamönnum okkar eða okkur sjálfum. Tekur of langan tíma. Eina leiðin. Þeir munu geta afhent þá ef þeir byggja nýjar verksmiðjur. Þeir vilja ekki byggja nýjar verksmiðjur vegna þess að það er dýrt. Svo við ætlum að ræða framleiðslu áætlanir. Við ætlum að ræða í fjárfestingarútgjöldum. Við munum ræða laun til forystu fólks þar sem þau eru að vinna sér inn 45 og 50 milljónir dollara. Ár og ekki hægt að byggja hratt. Þeir ætla að græða þannig af peningum að þeir þurfa að byggja hratt. Aftur, við gerum bestu búnaðinn í heimi en þeir gera hann ekki nógu hratt. Og við ætlum líka að ræða arð. Við viljum að arðurinn fari í að búa til framleiðslustöðvar. Svo við munum. Þeir eru að tala allan capex, arðgreiðslur, launin. Við erum líka að fara að tala hlutabréfakaup. Þeir eyða svo miklum peningum í hlutabréfakaup. Þeir vilja kaupa. Styðjið hlutabréf þeirra. Ég vil ekki að þeir kaupi aftur hlutabréf sín. Ég vil að þeir setju peningana í vélar og búnað svo þeir geti byggt þessar flugvélar hratt á flýti. Eins og, strax, ég meina, ég hef selt fleiri flugvélar en nokkur forseti, langt umfram, kannski 20 sinnum meira. Í hvert skipti sem ég fer einhvers staðar, selja 100 flugvélar. Það felur í sér farþegaflugvélar, Boeing-flugvélar og svo framvegis, en það felur einnig í sér herflugvélar. Og ég er alltaf að þurfa að segja 5 ár, 6 ár, 7 ár, þyrlur, apokkaþyrlur, mörg ár. Indland keypti þær, þau vilja fá þær, þau vilja ekki bíða lengi. Svo við viljum ekki hafa forstjóra sem búa til 50 bandarískir dollarar milljónir á ári, gefa út stórar arðgreiðslur til allra og kaupa líka upp hlutabréf. Og þá segja þeir, jæja, við höfum ekki. Plans to make F-35s, plans to make helicopters, plans to make the F-47 new jet, and that's it. Og það er það. Og það er það sem ég ætla að tala við þá Þeir ætla að byrja að eyða peningum í að byggja flugvélar og skip og það sem við þurfum, ekki í 10 ár og 15 ár, við þurfum þau núna og við erum sterk á því. Í síðustu viku tilkynnti sjóherinn alls nýtt flokkaskip af freggötum. Og þeir ætla að vinna með suðurkóreska fyrirtækinu, Hanwha, gott fyrirtæki, sem samþykti nýlega að fjárfesta 5 milljarða dollara í Philadelphia Naval Shipyard. Við erum að opna Philadelphia skipasmíðastöðina. Eitt sinn var þetta mikilvægur garður, nú var hann lagður niður fyrir löngu, en nú er hann að opna aftur, í samstarfi við sjóherinn og einkafyrirtæki. Frábæra varnarmálalögin sem ég undirritaði í síðustu viku heimila 26 milljarða dollara til að byggja ný skip, þar á meðal eyðileggjara og fjölmargir aðrir. Við erum nú þegar með mikið af kafbátum í byggingu, eins og þið vitið. Við erum að byggja mikið af kafbátum, segi ég ykkur. Nákvæmlega til tekið, við erum með núna 15 kafnabátar í byggingu eða tilbúnir til að hefja og við höfum aftur mestu kafnabátinn í heimi með okkar tækni eins og. Talaðu franskar. Jæja, ég myndi segja að kafbátar séu, eða stærri máli en franskar. Við erum að minnsta kosti
Að minnsta kosti 15 árum á undan öðrum keppinautum, Kína, Rússlandi, enginn getur komið nálægt. Við erum einnig að byggja 3 stórar flugvélaleiðangur núna. Auk þeim sem við höfum. Og við höfum reyndar, áhugavert, við höfum mikið af kafbátum. Hversu marga kafbáta höfum við núna samtals? Proxim. Yfir hvað? Yfir 30. Við höfum yfir 30. En þetta eru ofur kafbátarnir og þetta og það er ekkert. Eins og þeim. Svo við ætlum að gera frá 12 til 15 glænýjar kafbátar. Við höfum nokkra. Annað er í gangi. Við munum byggja aðra þætti sjóhersins. Við munum laga höfuðstöðvar. Við munum laga staðir fyrir okkar ágætu sjómenn til að búa. Og við ætlum að vinna mjög hart með fyrirtækjum en við ætlum líka að refsa fyrirtækjum sem eru ekki að gera góða vinnu. Til dæmis, þegar þeir byggðu Fort, Gerald Ford, voru kostnaðarútreikningar hann ótrúlegir. Það var gert í Norfolk, Virginíu. Við ætlum að ræða það við þá fyrirtækið. In World War II, the United States built upwards of 4 ships per day. Can you believe it? 4 ships a day, on average. And it's... Og nú var það ekki að þetta voru allir stórir herskip, heldur voru þetta skip, flutningaskip, tankarar. Og það er harmleikur að við leyfðum þessu. Ótrúlegt getur farið bara afleiðis. Við gerum það ekki mikið lengur. Við byggjum stríðskipin okkar en það það bil það. En það er mikið, við erum að fara að endurreisa Ameríku sem stórveldi í skipasmíðum. Við munum tryggja að Bandaríkin verði öflugasta flotinn hvar sem er í heiminum og langt inn í framtíðina með orrustuskipum. Að leiða leiðina í kafbátum. Og aftur, enginn keppist við okkur kafbáta. Svo ég vil bara þakka öllum og ég vil biðja Hicks aðstóðarmannin. Ég verð að segja nokkur orð, eftir það, skrifstofustjóri, en ef þú vilt, sjóherranemndarstjóri. En, Peter að gera frábært starf. Við viljum samt taka fram að fíkniefni sem koma inn í Bandaríkin eru niður 96,2%. 90. og annar 6 með sjó og bráðum munum við byrja á sama áætluninni á landi. Landið er miklu auðveldara, en hver einasti þeirra. Bátarnir sem við eyðilögðum björguðu 25.000 mannslífum. Svo við björguðum 25.000 mannslífum í hvert skipti sem við eyðilögjum einn af þessum bátum með. Eiturlyf streyma inn og þú verður bara að sjá það. Ég meina, fólk segir, jæja, heldurðu að það hafi verið eiturlyf? Jæja, farðu bara og kíktu. Pókar út allt. Það er ekki fiskiveiði. Búnaður. Það eru engir fiskistangir á þessum bátum. Þeir fara hratt. Þegar þú sérð bát með 4 eða 5 vélum, þá veistu að hann gengur 40-50 mílur á klukkustund. Jæja, þeir fá högg. Við björgum 25.000 líf í hvert skipti sem við slátum bátnum og það er yfir 96%. Með sjó, við erum að reyna að komast að því hverjin 4% eru til að vera heiðarleg. Og við munum ná sama árangri en enn hraðar vegna þess að það er miklu auðveldara á landi. Ef þeir vilja koma land þá munu þeir lenda í stóru vandræðum. Þeir munu springa í snefilu því við viljum ekki að fólkið okkar sé eitrað. 300.000 manns létust. Sennilega síðasta ár 300.000. Margir segja að það hafi verið 200. Einhver sagði í gærkvöldi að það hafi aðeins verið 175.000 manns. Það er eins og 3 stór fótboltavöllur fullir af fólki sem deyr. En ég held að raunverulegt talan sé 300.000. Það mun ekki gerast aftur. Þannig að við erum að gera frábært starf og við njótum þess að gera það. Landamærin okkar eru örugg. Landið okkar er sterkt. Billjónir dollara eru að berast í landið okkar frá öðrum löndum. Og fyrirtæki, þau eru að byggja verksmiðjur og stöðvar þar með talið bílaframleiðslu stöðvar allt Bandaríkin. Án tolla myndu þau ekki gera neitt þó að þau væru ánægður með nóvember, en það er bara vegna þess að þeir vilja forðast að borga tolla sem þeir eru að koma öllin. Og aftur, stærsta talan var 3.000 bandarískir dollarar í sögunni. Þetta var Kína fyrir mörgum árum. Nú er það 1.800 dollara og það er bara á 10 mánuðum. Við teljum að við gætum náð 2.000 dollara. Það er fjárfestingi, ríki þar á meðal plöntur og búnað. Við höldum alltaf vörðum þig hér á beinni útsendingu frá Fox. Við tökum 2 mínútna hlé. Komum aftur með svo miklu meira.
Velkomin aftur öll hérna allan heim til ykkar í einangrun frá Fox. Við munum fylgja ykkur út á Mar-a-Lago. Forsetinn Trump að svara spurningum frá fjölmiðlum. Og þessar. Það verður á sama hátt gert úr mjög öflugu stáli. Stáliðnaðurinn okkar að koma aftur mjög sterklega við TV. Hann að koma aftur með mettölum. Við ætlum að nota þá í stálinu en öðrísi en áhliðin sem, til að vera heiðarleg, ekki það sama. Svo, Jón, við ætlum með allt úr stáli. Ég skil, já, herra, þá verður það eitthvað sem fólk verður hissa á, dýrara, en ekki einu sinni samanburðarhæft hvað varðar. Mikilvægi og styrkurinn, já, vinsamlegast, hver tímatablan fyrir þessar fyrstu 2 skip, og sérðu þau sem skýringu á því sem að gerast. Við munum byrja nánast strax og við munum líklega tala 2,5 ár, og varðandi verkefnið sérðu það sem mótráð gegn Kína. Það mótráð gegn öllum. Það ekki Kína, við höfum frábært samband við Kína. Góð tengsl við forsetaxi en ekki Kína. Það bara allir, þú veist ekki hver kemur, en við viljum bara frið með styrk. Vonandi, við. Aldrei þurft að nota þau, en aldrei verður eitthvað byggt eins og þetta. Hugsaðu þér, þessir orrustuskipin ótrúleg, þessi hafa 100 sinnum meira afl. Takk, það, og þeir voru stórir og þeir voru öflugir. Herra forseti, þú veist ég hugsaði að taka sumi sem í þurrku og breyta þeim. Og svo þegar ég sagði, það, þú veist, ef við gerðum það, væri að ræða að við gætum ef við tvöföldum þau, þá væri þau á, eins og, bara ögna af því sem eitt af þessum var, þetta það nýja. Tækni sem ótrúleg, svo við ákváðum frekar snemma að gera það ekki. Já, vinsamlegast, herra forseti, Júli og Rósa Smith, mest friðsæla miðill. Þú vísaðir í það minna magn af ólöglegum vímuefnum sem koma sjó og þú sagðir að þú ætlar að hefja það sama áætlunina á landi fljótlega. Þú að vísa bara til Venesúela? Þú að vísa til að öðrum hverjum vímuefni að hellast inn hvar sem ekki bara í Venesúela? Að tala Venesúela, ólía. Hvað ætlum við að gera við þá ólíu sem við höfum? Gat ekki gert við hvað? Ólíuna sem haldið var í, Bandaríkin náðu í 1.900.000 tunna af ólíu 10. desember. Hvar á að geyma hana? Hvar Ætlum við að selja það eða setja það í stjórnunarforða? Kannski munum við selja það og við munum halda því. Kannski munum við nota það í stjórnunarforðanum. Við að halda því. Við að halda skipunum líka. Já, vinsamlegast. Varðandi Venesúela, herra, hefur þú talað við bandarísk olíufyrirtæki sem hafa verið rænt eignum sínum hvað eftir maður? Venesúela myndi þýða fyrir þá að koma aftur og hefja rekstur aftur. Stóru fyrirtækin, já, ég hef, já, takk. Af hverju finnst þér að þessi framtak hafi verið vanrækt í svo marga ár? Og kemur þetta? Í miðjum vaxandi spennu milli Bandaríkjanna og Venesúela. Við að tala Venesúelu. Já, jæja, þú hafðir annars konar forseta áður en ég kom. Þeim var alveg sama að vera sviknir. Þeim var alveg sama, rænt. Þeim var ekki sama eiturlyf sem heltist inn í landið okkar. Þeim var ekki sama fangelsin í Venesúela og Trenton, írókessar sem tæmdust inn í Bandaríkin þar sem þeir taka yfir Colorado og annað. Leifi, mér finnst það, svo þú hafðir annars konar forseta. Ég vona að fólki finnist það gaman því við höfum aldrei verið metin meira en núna. Já, takk. Takk, herra forseti. Varstu hissa á fjöldamynda af Bill Shellington í skjölum Epstein? Og þú gætið þú skuldbundið þig til að birta allar skrárnar í heild sinni og vorstu hissa á fjöldamynda af Bill Shellington í skránum frá Epstein? Og getur þú skuldbundið þig til að birta þær í heild sinni fyrir árslok? Sumar fórnarlambin voru vændiskonur. Það voru margir þeirra afmáðir. Ég veit að það margir sem reiðir yfir öllum myndunum af öðrum fólki, þú veist, en mér finnst það hræðilegt. Sjáðu til, mér finnst gott að ég líki við Bill Shellington. Ég hef alltaf fengið vel saman við Bill Shellington. Ég hef verið góður við hann. Hann hefur verið góður við mig. Við höfum alltaf fengið vel saman. Virðing fyrir honum. Mér líkar illa við að sjá myndir af honum koma fram, en þetta það. Demokratarnir, aðalega demokratar og nokkri slæmir repúblikanar, að biðja okkur. Svo þeir gefa þér líka myndirnar sínar af mér. Allir voru vinalegir við þennan gaur. Annað hvort vinalegir eða ekki vinir. En það, þú veist, hann var til staðar. Hann var alls staðar í Palm Beach og öðrum stöðum. Forstöðumaður Havard var besti vinur hans, Larry Summers. Og Bill Shellington var vinur hans, en allir voru það. Ég varð bara að henda honum út úr Mar-a-Lago. Og þú veist, sem maður sem var í Mar-a-Lago, ég hendi honum út. Mar-a-Lago þetta Mar-a-Lago. Það heitasta staðurinn í. Hann held það að það væri heitasta staðurinn í heimi, en það heitasta staðurinn í Flórída. Og allir myndu koma hingað. Hann myndi koma hingað. Við reyndum í raun að rekka hann burt. En nei, mér líkar ekki við myndirnar af Bill Shellington. Mér sýnt. Mér líkar ekki við að sjá myndir af öðrum fólki. Mér finnst það hræðilegt. Ég held að Bill Shellington sé orðinn fullorðinn maður. Hann getur klárað það, en þú sennilega. Líklega myndir af öðrum fólki sem hitti Jeffrey Epstein saklauslega fyrir mörgum árum síðan, og þau þú veist, mjög virtir bankamenn.
og lögfræðingar og aðrir, og þeir munu enda vegna kalla eins og Massey sem alvöru lélegur karakter, könnun hans niðri um 9% við TV í hinu mikla. Fylkið Kentucky. Ef þú horfir á Kentucky svo frábær staður, en ég veit ekki. Þeir hafa nokkra fólk þarna sem mjög undarleg hvað varðar. Leiðtogaskapur, en Massey tapari og honum líkar það. Og svo vinnur hann með demókrötum. Hann bara notaður af demókratunum vegna þess að allt þetta. Með Epstein leið til að reyna að víka frá ótrúlegum árangri repúblikanaflokksins. Til dæmis, í dag við að byggja stærstu skipin í heimi, öflugustu skipin. Heimurinn og þeir að spyrja mig spurninga Jeffrey Epstein. Ég hélt að það væri búið. Ég held að þeir hafi afhent yfir 100.000 blaðsíður af skjölum. Það gríðarleg spá. Það áhugavert spurning því að margir mjög reiðir að myndir að verða gefnar út af öðrum fólki. Þau hafðu í raun ekkert með Epstein að gera en þau á myndinni. Þar sem hann var á veislu og þú rústar mannorði einhvers. Því margir mjög reiðir yfir því að þetta heldur áfram. Margir repúblikanar vegna þess að það bara notað til að verjast ótrúlegum árangri. Sjáðu til, við að fá 1.800 dollara inn í landið okkar. Ég tel að við munum ná mesta árangrinum. Efnahagslíf í sögunni, við óreiðu, nú verð að lækka mikið. Bensín ódýrara en $2 í sumum fíkjum. 1,99 dollara, 1,97 dollara. 195 krónur fyrir lítra. 1 króna og 95 aurar. Hugsið ykkur það, fyrir lítra, enginn hélt að þeir myndu sjá það. Þeir vilja ekki tala það. Þeir vilja tala Epstein. Og vandamálið að margir demókratar að verða fangaðir í netinu, eins og Larry Summers. Larry Summers var forstöðumaður, Harvard. Hann hefur nú verið neyddur til að segja af sér af öllum stjórnum sem hann situr í og hann var rekinn af stjórn Harvard. Hann var oft á Epstein-eyju. Ég var það ekki, ég fór aldrei þangað við vegur. En, sem betur fer, það gott. En ég fór aldrei þangað, en margir fóru þangað. En í stað þess að tala orrustuskipin eða í stað þess að tala lyf frá mestu hagstæðu þjóðunum, við að lækka lyfjaverð á því stig sem aldrei hefur verið. Hugsað af þúsundum. Hugsaðu það, 1000%, 1200, 1300, 1400% í sumum tilfellum, lyf. Það selst fyrir $10 í London. Það kostar $130 í New York. Við að færa það niður í $20 og þau að fara að hækka í 20. Svo þeir fara frá 10 upp í 20, sem tvöföldun. Það tvöföldun. Það mikið, en það tvöföldun. En við að fara niður í 20. Svo við að fara niður. Ef þú getur gert eigin stærðfræði, en það 2000%, 3000%. Það frekar magnað, og þú veist New York. Tíminn birti frétt það, litla frétt langt aftan í blaðinu. Þetta líklega stærsta atburðurinn sem tengist vímuefnum. Í 50 ár hefur aldrei verið neitt líkt þessu. Í fyrsta kjörtímabili mínu tókst mér að fá lyfjaverð niður 1/4%. Þetta í fyrsta skipti á 28 árum. Þeir fóru niður, 1/4% svo stolt af mér. Nú við að gera þá 2000%, 1500%, 1200%. Þessi pilla sem seldist fyrir $130 mun nú seljast sem dæmi fyrir $20. Af því að hinn heiminum nýtti sér okkur. Án tolla hefði ég aldrei getað gert það. Ég hringdi í forseta löndana. Sem dæmi, Frakkland, ég talaði við mjög góðan. Forseti Frakklands, Macron, og ég sagði, Emmanuel, þú verður að hækka lyfjaverðið þitt. Hann sagði, nei, við munum ekki gera það. Ég sagði að þú þurfir að. Ég sagði nei, ég vil ekki gera það. Sjáðu til, þú myndir spyrja mig hvort við förum í $10 í 20 bandarískir dollarar. Þú að fara að koma langt niður í 20. Við viljum ekki gera það. Nú í allri sanngirni, nei. Eða forsetin reyndi jafnvel, en ef þeir reyndu, var í raun falsuð saga í heimskulega þessa tói. Ég hélt ekki einu sinni að þeir myndu gera það lengur. Ég það ekki, en ég sá sögu. Þar sem Biden var að reyna að gera þetta. Biden reyndi aldrei að gera það. Biden vissi ekki að hann væri á lífi. Hann reyndi aldrei að gera það, en þeir að taka það frá 10 bandarískir dollarar til 20. Svo myndi hann segja og hinn leiðtoginn sagði það sama. Nei, við munum ekki gera það. Þeir sögðu, nei, þið ætlið að gera það 100%. Þeir sögðu, nei, við ekki að gera það. Við ekki að fara að tvöfalda verðið okkar því, aftur, ef þú ferð frá 10 bandarískir dollarar upp í 20 bandarískir dollarar, ertu að tvöfalda verðið þeirra. Við hins vegar að lækka frá bandarískir dollarar hálf 2 niður í 20 bandarískir dollarar því. Við ætlum að fá lægstu lyfjaverð í heimi. Hvað sem lægsta verðið kallast uppáhald þjóðir, við munum fá lægsta verðið. Svo ég sagði, nei, þú ætlar að nei, ég mun ekki gera þetta.
Pólitískt séð það óásættanlegt. Ég sagði, Emanuel, þú ætlar að gera þetta 100%. Vinsamlegast samþyktu það núna. Vertu kurteis, ætla að gera 100%. Nei, ég mun ekki. Ég sagði, já, þú ert. Hann sagði, af hverju heldurðu áfram að segja mér að ég sé þegar ég eins og, af því að ef þú gerir það ekki, ætla ég að leggja 25% tolla á hvert. Frakk selur inn í Bandaríkin Norður-Ameríku og það það bil 20 sinnum meira en ég að biðja varðandi lyfjaver. Sagði, ég sé. Ég samþykti að gera það. Allar aðrar þjóðir sögðu nákvæmlega það sama. Þær sögðu allar, nei, ég mun ekki gera það. Ég sagði, allt í lagi. Á mánudagsmorgunin þá munt þú hafa 25% af öllu sem þú selur. Í tilviki Frakklands var það vín, kampavín, bílar, allt sem þau selja. 25 til 30 sinnum verðið af því sem við að tala á 25%. Allar löndin samþyktu það og það var stórt vandamál. Lyfjafyrirtækin voru ósamþykk. En það, vegna þess að við höfum ákveðin umráð yfir lyfjafyrirtækjum. Við höfðum engin umráð yfir þessum erlendu þjóðum. Svo hver einasta þjóð hefur samþykkt að gera þetta. Við munum taka þann pilluverðslækkun sem dæmi. Við ekki að tala bara pillur, við að tala allt. Við munum lækka það frá $130 á pilla niður í 20 bandarískir dollarar á pilla og restin af heiminum mun taka það frá 10 bandarískir dollarar á pilla upp í 20 bandarískir dollarar. Það stærra. Hlutur sem nokkur hefur gerst og það valla fjallað það í New York Times vegna þess að það falskur afskræming. Já, herra forseti, hvað stefna stjórnarinnar varðandi skipasmíðar? Vertu að tryggja nægilega framboð á vinnuafli á meðan þú framleiðir þessar örbúðir. Gætiru talað hærra, hvernig ætlar stjórnin að tryggja að það sé nægilegt framboð á vinnuafli á meðan þú að framleiða þessar skip? Við ætlum að hafa gríðarlega framboð af vinnuafli. Við ætlum líka að hafa vélmenni til að hjálpa okkur. Við ætlum að hafa mikið af vélmennum til að hjálpa okkur vegna þess að við þurfum það. We're building a lot between the AI and the auto plants, so we're going to need robots. We're going to have robots, but that's going to help us. We're going to have a tremendous workforce and vinnuafli og til að rekka það þarftu alltaf fólk. Þú veist, þú getur haft vélmenni, en þú verður að fá einhvern til að koma þeim í gang og þú verður að bættu við vélmennunum, en við ætlum að hafa vélrænar verksmiðjur auk mannafla. Þannig að við munum hafa nóg. Við munum þurfa hjálp vélmennana og annars konar aðferða. Já, ég gæti sagt að það sé atvinnumál. Við ætlum að ráða mikið af gervihlutum en fallegast að við ætlum meira vinnu en við höfum nokkru sinni átt. Bara svo þið vitið, tala kom út daginn. Við með fleiri störf í Bandaríkjunum í augnablikinu. Fleiri fólk að vinna í Bandaríkjunum í dag. En á nokkrum tíma í sögu landsins okkar. Hugsaðu þetta, frekar magnað. Þannig að við munum fá hjálp frá, þú veist, vélrænni hjálp, ef þú vilt kalla það. En við munum hafa ótrúlegt atvinnulíf. Þeir munu fá mikið greitt. Þeir munu gera það betur en þeir hafa nokkurn tíma gert. Skilurðu, herra forseti, sumir getið hafa búist við aðra tegund af tilkynningu í dag að heyra herráðherra yðar og utanríkisráðherra hér. Þú nefndir árásir á landi í Venesúela meira en 15 sinnum jafnvel nú. Í nýlegum athugasemdum þínum, af hverju ætti Mauro að taka ógnir þínar alvarlega? Og hann getur gert hvað sem hann vill. Hvert endalok þín, Mauro? Hvert endalok hans? Hvað getur hann gert? Það engin svörun. Hann gæti gert hvað sem honum sýnist. Ég meina, við höfum risastóra flóta myndaðan, stærstan sem við höfum nokkru sinni haft. Og, þetta stærsta sem við höfum nokkru sinni haft í Suður-Ameríku. Hann gæti gert hvað sem hann vill. Það í lagi, hvað sem hann vill gera. Ef hann vill gera eitthvað, ef hann spilar harðlega, þá verður það síðasta skipti sem hann getur leikið harður. En þeir sendu fangana sína inn í okkur. Þeir sendu fólk úr fangelsum. Fangelsum fólk úr geðrænum stofnunum og geðveikrahúsum var sent inn í Bandaríkin og gekk bara inn vegna þess að Biden hafði opnað landamærastefnu. Það sem Biden, stjórnin gerði við landið okkar sem aldrei verður gleymt. Þeir tóku inn milljónir og milljónir, 25 milljónir manns á 4 ára tímabili. Margir þeirra manna voru myrtir. Og vímuekendur, fangar, harðir fangar, 11.888 morðingjar, meira en helmingur þeirra. Drappi fleiri en einn mann. Þeir komu inn í landið okkar. Nú talaði ég við Kristinn Hólm í dag. Ég talaði við Tom Hólm í dag. Hann kom til mín og við áttum frábært fund. Þeir hafa gert ótrúlega gott starf. Við að koma þeim út. Við að koma þeim út mjög hratt, en þetta hefði aldrei átt að gerast. En Venesúela var ein af þeim sem Venesúela nýtti sér opið. Landamörkin sem Biden hefur skapað fleiri en nokkur önnur þjóð. Tískusamlegt araguga, við höfðum gengið út allt.
Sjáðu, ég meina, þú ert með mjög veikan landstjóra í Colorado. Sjáðu hvað gerðist í Colorado þar sem þeir myndu setjast í íbúðarhúsum. Og hann vildi ekki gera neitt í því vegna þess að hann var hræddur. Einhverjar aðrar spurningar? Já, komdu með, takk. Svo sem svarið Bandaríkjunum sem tóku við refsiaðgerð olíu frá Venesúela að Gustavo Petro forseti Kólumbíu gagnrýndi Bandaríkin með því að segja, jæja, suðvesturinn. Landið sem stólið var og að það ætti að skila því til Rómösku Ameríku. Ég vildi bara vita hvað þú hefur að segja um það. Hann verður að fylgjast með því, þú veist, hann er með eiturlyfjaframleiðslustöðvar. Þeir framleiða kókaín í Kólumbíu. Og, hann er engin vinur í Bandaríkjunum. Hann er mjög vondur strákur. Og hann verður að passa sig vegna þess að hann framleiðir kókaín og þeir senda það inn. Bandaríkin Norður Ameríku frá Kólumbíu. Við elskum Kólumbíumenn. Ég elska Kólumbíumenn. Þeir eru frábærir fólk, öflugir, klárir, frábærir. En, nýja leiðtoginn þeirra er vandræðagjafi og hann ætti að passa sig. Hann ætti að loka þessum kókaínverksmiðjum. Þeir hafa að minnsta kosti 3 stórar kókaínverksmiðjur. Við vitum hvar þeir eru. Hann ætti að loka þeim fljótt. Já, takk, herra. Við TV, það er framleitt og selt inn í Bandaríkin. Það kemur í gegnum Mexíkó. Takk, herra, þú hefur nefnt landri fylkistjóra sem nýjan. Sérstakur sendiboði til Grænlands. Hvað felst í því starfi að þínu mati? Er það enn áform þín að Grænland verði hluti af Bandaríkjunum? Hann horfði til Louisiana-kaupin. Hann sagði, ég er landstjóri af Louisiana. Og hann sagði, ég myndi elska að ég hringdi ekki í hann. Hann hringdi í mig. Hann er mjög af sjálfsdáðum. Hann er frábær strákur. Hann er samningamaður. Hann er af þeim gerðum sem gerir samninga. Og við þurfum það fyrir þjóðaröryggi. Við þurfum Grænland fyrir þjóðaröryggi. Þau hafa mjög lítið íbúafjölda. Og ég veit ekki, þau segja Danmörku en Danmörk hefur ekki eitt pening. Þeir hafa enga hernaðarvernd. Þeir segja að Danmörk hafi verið þar fyrir 300 árum eða eitthvað með bát. Jæja, við vorum þar líka með báta. Ég er viss, við verðum að vinna þetta allt saman. En hann fann mjög sterklega. Við þurfum fjárhagsupplýsingar. Við þurfum fjárhagslega öryggi á Grænlandi. Ekki fyrir steinefni. Við höfum svo margar svæði fyrir steinefni og olíu og allt. Við höfum meiri olíu en nokkur önnur lönd í heiminum. Við þurfum Grænland fyrir þjóðaröryggi. Og ef þú tekur, horfðu á Grænland, þú lítur upp og niður ströndina, þú ert með rússnesk og kínversk skip út allt. Við þurftum fjárhagslega öryggi. Við verðum að hafa það. Og hann vildi fara frá. Marco, today a special envoy to Greenland. Greenland's a big deal. Yeah. Samtölin sem áttu sér stað helgina og gæti þríhliða umræða af einhverju tagi verið næsta skref fyrir herri Úkraínu, Bandaríkjanna og Rússlands. Samtölin í Úkraínu og Rússlandi eru að halda áfram. Þau töpuðu, eins og þið vitið, 27.000 hermenn í síðasta mánuði, aðalega hermenn, sumir borgarar, en sumir í Kænugarði og svo framvegis. En aðalega hermenn, og samtalunum áður, að fara áfram. Og ég segi það, þú veist, það er gríðarlegt hatur á milli þessara tveggja leiðtoga, milli forseta Pútín, forseta Selenski, gríðarlegt hatur. Og ég vona að við gerðu það, við erum að tala, samtölin eru að fara ágætlega. En, þú veist, ég hef leyst 8 stríð og Tæland er að byrja að skipa upp. Þú veist, þau byrjuðu. Við Kambódíu byrjuðu þeir aftur. En ég held, Marko, að við höfum það í nokkuð góðu lagi til að stöðva það. Svo við stöðvuðum 8 stríð og ég held að þetta væri í miðjum flokki. En kannski auðvelt en í miðjum hópnum. En það er mikið af hatri á milli þessara tveggja manna. Og, þegar það er hatur, þá veistu. En við stöðvuðum 1 stríð í 38 ár. 1 í 5 ár. 1 stríð var í gangi í 22 ár og við hættum að hugsa um það. Við stöðvuðum mögulegt kjarnorkustríð milli Pakistan. Staða í Indlandi. Og þá, forseti Pakistan, mjög virðulegur hershöfðingi. Hann er hermaskárkur. Og svo líka. Forsætisráðherra Pakistans sagði að forseti Trump hafi bjargað 10 milljónir lífum, kannski fleiri, með því að fá það stríð. Þú veist, 8 flugvélar voru skotnar niður. Það stríð var að byrja að æða. Og hann sagði í raun daginn að forseti Trump hafi bjargað 10 milljónum lífum, kannski fleiri. Svo við leystum öll þessi stríð. Eina stríðið sem ég hef ekki leyst ennþá er Rússland, Úkraínu. Ertu ennþá að leita að jóladagatímamörkum með því Rússlandi og Úkraínu? Og hefur þú talað við Putin eða Selenski eða ætlar að ýta undir samningin? Verður að gera, ég meina, ég vil sjá það. Sjáðu til, við tafum ekki lengur peningum í þeirri stríðinu. Þú veist, Biden gaf $350 miljardar og hver veit hvað varðum það. Við seljum núna flugskeyti, flugvélar, allt. Af bestu hergögn, við seljum það til NATO. Við fengum NATO til að fara frá 2% af landsframleiðslu í 5%. Enginn trúði því fram að þessum degi. Enginn mun skrifa það. Enginn trúði því, og þeir taka þessum peningum og greiða þeim til Bandaríkjanna fyrir vopn. Þannig að við seljum vopn til NATO. Við seljum á fullu verði. Við seljum vopn til NATO og NATO tekur þessi vopn og dreifir þeim líklega, en gefur mikið af þeim til Úkraínu.
Þannig að við missum ekki neina peninga eins og. Ég gerði það með Biden. Hann var að eyða peningum eins og fíbl. Hann var fíbl. Það sem hann gerði við landið okkar svo hræðilegt. En hann gaf það 350 milljarða í reiðufé. Mikið af reiðufé, 350 á milli reiðufjár og vopna. Þú manst í byrjun alls þessa, ég gaf þeim spjót. Spjótin eru gagnvirkir skriðdrekaprjónar. Og forseti Obama gaf þeim lag. Ég gaf þeim kesjum, þeir gáfu þeim lag. En þú veist botnin. Lína. Það er komin tími fyrir, ég held að þau séu öll þreytt á þeirri stríðinu. Allir eru þreyttir á þeirri stríðinu. Það verður að hætta, já, takk. Bandaríkin voru í virkri eld á olíutankskipi sem var háð refsiaðgerðum í gær. Ertu að geta sagt mér hvað var það þessum tankskipi? Náði Bandaríkin að gera það? Við erum að halda áfram og við munum ná því. Já, við erum í raun að elta það. Getur þú ímyndað þér? Náðu því ennþá, vegna þess að það kom. Á röngum stað. Það kom frá Venesúela og það var refsað. Já, vinsamlegast. Að sleppa í Venesúela til að þvinga Maduro frá völdum. Jæja, ég held að það myndi líklega. Getið ekki að segja það. Það er upp á hann hvað hann vill gera. Mér finnst það að vera snjallt fyrir hann að gera það, en aftur, við munum komast að því. Sjáðu til, Venesúela. Hryðjuverk í Bandaríkjunum. Þau sendu 100.000 fólks, milljónir fólks inn yfir opna landamærin okkar. Þau sendu glæpamenn sína. Þau sendu fangar. Þeir sendu eiturlyfjadeilur sínar. Þeir sendu geðveik og óhæf fólk sitt inn í landið okkar meira en nokkurt annað land. Aðrir gerðu það líka. And we just let them come right in because we were run by a stupid president. But you don't have a stupid president anymore. Mr. President, have you set up the meeting with... Forseti, hefur þú skipulagt fundin við sjúkratryggingafélögin? Og hvað ertu að vonast eftir? Ertu að vonast að hittast við sjúkratryggingafélögin? Tryggingafélögin, svo það sem ég að biðja í heilbrigðisþjónustu mjög einfalt. Obamacare hörmung, ég kalla það ófyrirframgreiðanlegu umönnunarlögum. Ófyrirframgreiðanlegt í stað þess að það sé ófyrirframgreiðanlegt. Þeir hafa gríðarlegan hækkun á iðgjöldum sem Obamacare sem þeirra demókrata gáleysi. Þeir munu reyna að kenna repúblíkunum hefur ekkert með okkur að gera. Það er demókrata gáleysi. Ég vil að það sem við gerum að við eyðum $100 milljarða á ári sem fara til vátryggingafélaga. Ég vil að þeir peningar fari til fólksins og láta fólkið kaupa. Eigin heilbrigðisþjónusta og allir elska hana. Hún er orðin okkar mál. Nú, áður en ég geri það, mun ég hitta vátryggingafélagið. Það er alveg eins og ég hitti lyfjafyrirtækin. Eins og þið vitið, erum við að hitta 4 önnur lyfjafyrirtæki, Johnson & Johnson. En þau hafa öll samþykkt. Við erum að hitta þau í þessari viku. Það er að koma, meina, það verður. Allt í lagi. Og við höfum mest í hag þjóða. Enginn hélt það væri mögulegt. Ég held að enginn annar forseti hafi reynt að ná því þeir héldu aldrei að þeir gætu. En varðandi tryggingafélögin, ég vil koma því til skila að það eru í raun 14 þeirra, 10 stór, en samtals eru 14 sem eru nokkuð stór. Og ég vil hitta þá, og ég vil segja, viljið þið lækka gjöldin mjög mikið, mjög mikið. Og ef þeir gera það, gætum við mögulega ekki þurft að hætta við samningin. Við gætum haldið áfram að eiga viðskipti við þá. Það er líklega aðeins auðveldara ferli. Ég held að besta leiðin sé að greiða peningana beint til fólksins. Látið þau kaupa sína eigin heilbrigðisþjónustu. The first week back, I do it now, but they're trying to come up with a schedule. They want to meet badly. They've told me, but they want to come up with a schedule. I said, make it a good schedule. Dagskrá. Ég sagði, gera það góða dagskrá. Verðskrá þín verður að lækka verulega. Við ætlum líka að hitta aðra vátryggingafélög vegna þess að undir Biden hafa vátryggingagjöldin farið upp þú veist, regluna. Bílagatryggingar, húseigendatryggingar. Ég meina, vátryggingafélög eru að græða miklu meira en þau eiga skilið að græða, svo við ætlum að gera eitthvað í því. En bara, á meðan munum við hitta vátryggingafélögin í fyrstu vikunni, fyrstu dögum eftir að við komum aftur til Washington vegna þess að þau eru að reyna að koma með tillögu sem mun setja. Þetta fyrir mig, takk kærlega fyrir öllum, þakka þér fyrir, ætlum við að fara, ég vona að þið njótið skipsátakana. Þau verða falleg, takk, og gleðileg jól ef ég tala ekki við ykkur, takk, mjög mikið, takk kærlega. Hæ, við erum með þig hérna á beinni útsendingu frá Fox. Við tökum 2 mínútna hlé og erum aftur með miklu meira.
Velkomin aftur öll hérna allan heim fyrir ykkur í beinni útsendingu frá Fox. Við skulum fara með ykkur til New York borgar þar sem nýkjörni borgarstjórinn Zoran Mamdani að taka við spurningum frá fjölmiðlum og útskýra áform fyrir 2026. Ríkisstjórn sem setti vinnandi fólk í forgang. Í stað þess að bara hinir ríku og vel tengdu gætu breytt daglegu lífi New York búa. Það er ennþá mitt helsta markmið í bæjarstjórn. Afhendið hagkvæmni dagskrá okkar fyrir þá sem hafa of lengi verið gleymdir í stjórnmálum okkar til að gera reisilegt líf að veruleika fyrir alla og einstaklinga. Borgari sem kallar borgina heimili sitt. En það verkefni, það er hluti af stærra tilgangi sem er að endurvekja trú New York bú á lýðræði sem margir hafa lengi fundist yfirgefnir af. New York búar tengja oft stjórnvöld við einskisveruleika í daglegu baráttu þeirra. Tengt við möguleikin á aðeins grannum árangri, litlum hugmyndum og enn minni framkvæmd. Dagskrár sem eru fljótari til að segja nei frekar en ákafar til að komast að já. Ég vil skrifa öðrísi sögu frá borgarstjórninni okkar. Sögu metnað, endurnýjun, þar sem vinnandi fólk veit að það hefur öflugar talsmenn á hverjum stig stjórnvalda og vita að þeir geta snúið sér að þeim sem heppilega þjóna þeim. Fá stofnanir hafa meira umbreytingarmátt en DC tvöfaldvaf. Upp og eru ennþá tilbúnari til að vera ofurhlaðin til að vinna í raun og veru fyrir New York búa og takast á við áhyggjur þeirra. Það er einn einstaklingur frá New York, hreinskilnislega, sem líf hennar er ósnert af DC tvöfaldvaf p. Hvort sem þú ert neytandi, eigandi lítilla fyrirtækja eða starfsmaður. DC tvöfaldvaf p hefur getu og umboð til að standa vörð réttindi þín og að berjast gegn rándýrum venjum alla 5 borgirnar. Ég vil að næsti framkvæmdastjóri þessarar miklu stofnunar taki á því. Hlutverk þeirra með afrekjaskrá og hugmyndafræði, einhver sem er ekki hræddur við að takast á við rótgróin hagsmuni. Í Sam Levin. Það er nákvæmlega það forystuþema sem New York búar munu fá. Sam er með óumdeilanlega ættgötu. Hann var stjórnandi frá 2021 fram í janúar í þessum mánuði. FTC, Spurfrø og Sjónsumir Protections, sem stýrir mörgum af þessum sömu átökum á landsbyðinni. Það sem hann náði er ekki aðeins áberandi, það hefur gert mælikvarða. Munur á lífi milljóna bandaríkjamanna. Við borgum minna í ruslþóknun, forðumst sviknar áskriftæildrur, treystum því að gögnunum okkar sé varið og þakka Sami fyrir að hafa dregið úr ólöglegum símasölum. Áður en hann tók við neytendaverndar-stofnuninni var hann ráðgjafi viðskiptaeftirlitsins. Rohit Kohra og starfaði fyrir ríkislögmann Illinois og tryggði að þeir sem voru oft gleymdir ekki aðeins hefðu einhvern til að venda þá, heldur einnig. Baráttan þeirra, stoltur af því að standa hér og skipa Sami þetta hlutverk vegna reynslu hans í að leiða verk sem endurheimtir fólk. Trúnað fólks á stjórnvöldum ekki vegna þess að það er eitthvað sem skiptir máli bara dag frá degi, heldur hreinskilnislega vegna þess að þetta er hluti af langtíma áætluninni. Markmið og stefnur stjórnvalda okkar og það sem stjórnvöld ættu að stefna að alls staðar. Samur mun vinna ásamt vara borgarstjóra okkar fyrir efnahagslega réttlæti. Er Júlísu að venda 80.000 afgreiðslu fólk New York borgar sem eru eins og New York borg getur verið. Hann mun framfylja lögunum sem við höfum í bókum núna fyrir neytendur og verkafólk. Hann mun gera DC tvöfaldvaf p að afli sem ekki er auðvelt að horfa framhjá, afli sem neitar að leyfa fyrirtækjum að meðhöndla starfsmenn sína sem einskiptisvörur. Þegar hann hefur náð því, þá. Þessi árangur mun finnast í borg sem er full af lífi með blómlegum lítlum fyrirtækjum, á mörkuðum sem eru fullir af fólki sem hefur efni á að kaupa gjafir og vörur til sín og þeirra sem það elskar. Einn í starfsfólki sem veit að leiðtogar þeirra hafa í raun bak þeirra og í hagkerfi sem er sanngjarnara og aðgengilegra fyrir alla. Til hamingju, vinur minn. Takk borgarstjóri Latt, mjög velkomin. Takk borgarstjóri Latt fyrir tækifærið til að þjóna sem næsti framkvæmdastjóri deildarinnar. Neysluvaraðir og vernd launþega. Ég er tiltölulega nýr í New York en fjölskyldan mín er mjög rótgróin hér. Ef ég er ömmu mín, Eleanor Levy, ólst upp á Lower East City. Nokkrar kuppir frá þar sem ég bý í dag. Hún var kennari hér í borginni og það er mikill heiður að halda áfram þeirri hefð þjónustu við almenning. Ég tel að lög séu. 12 fyrir réttlæti. Þetta er ekki fastur texti, heldur lífandi og öndandi tæki sem hefur kraft til að breyta lífi vinnandi fólks. Þessi trú hefur knúið vinnu mín yfir þessum 2 áratugum.
Frá því að vera í fórystu í aðgerðum til að áskotast gegn ólöglegum húsnæðisstöluþingunum þegar ég var í lögfræðiskóla til þess að takast á við rándýra skóla sem reknir eru í hagnaðarskyni sem aðstoðarmaður. Ríkislögmaður sem skilar aftur milljónum dollara til svikna nemenda. Ég trúi því að lög séu leiðin sem við höldum slæmum aðilum ábyrgð. Þetta er verkefnið sem ég var svo. Að vera forstöðumaður neytendaverndarsviðs í viðskiptaeftirlitinu. Í því hlutverki tók ég á móti Grubhub fyrir að nýta sér sendingaraukumenn og veitingastaði. Kom fyrir að blekkja heilbrigðisstarfsmenn heima, Amazon og helstu stjórnendur þess fyrir að loka fólki í áskriftum sem það vildi ekki, Meta og TikTok fyrir að stela gögn okkar og að setja börnin okkar í hættu. Og ég barðist til að loka glufum til að láta svikara og rándýra lánveitendur veiða smáfyrirtæki með óryfsinn. Ég tel að borgarstjórnin geti ekki verið óvirk áhorfandi þegar fyrirtæki ráðgast að nýta sér vinnandi íbúa New York. Ég tel að við verðum að vera óslitnir, varkárir. Og nýstárlegi því hvernig við vendum fólkið sem byggði borgina og kallar hana heimili. Þörfin fyrir sterkan fórystu hjá neytenda og starfsmannavendarskrifstofunni er hæst í sögunni. Milljónir New York búa eru kramdir af lífskostnaðarkreppunni. Þeir 80.000 afgreiðslumennirnir sem flæða Manhattan og Brooklyn og afhenda mat og lyf. Þúsundir vinnandi fólks leigubílstjóra sem keyra okkur til flugvallarins og til heimila vinna okkar. Leigjendur sem glíma við ruslgjöld ofan á himinháa leigu. Búðirnar sem línuhótt götana okkar, búðirnar sem við byrjum og endum daga okkar á, þessi verkamannastett New York búa er hið raunverulega hjarta þessa. Það er einfaldlega ekki New York án þeirra og það er komin tími til að þeir fái sér borgarstjórn sem heldur uppi með þeim. Sem umboðsmaður fyrir neytenda og vinnumáladeildina. Vendi, ég mun gæta þess að hver starfsmaður í gígvinnslu, smáfyrirtæki, sjálfstætt starfandi og neytandi viti réttindi sín og viti með öryggi að þeir. Meistarinn í borgarstjórninni. Liðin eru tímar þegar fyrirtæki eins og Instacart og DoorDash gátu valdið sér inn á metaagnað. Á bakvinnandi fólks og neytenda. Liðnir eru dagarnir þegar lög eins og réttmætar ástæður til verndar mega vera horfnar fram hjá eða gleymdar. Liðnir eru dagarnir þegar við leyfum. Mikilvæg efnahagsetlætistæki safna ryk í stað þess að nota þau til að efla sanngirni fyrir vinnandi fólk. Ég vil þakka tveimur af mínum samstarfsfólkum og fyrirmyndum. Fyrirmyndir sem hafa sýnt fram á að heimurinn sem við dreymum er innan seilingar. Lena Khan sem gegndi embætti forseta FTC, nú sem meðforseti umbreytingateymisins og Roa Kohra sem ég þjónaði hjá FTC og stýrði nýlega neytendavendarstofnuninni fyrir fjármál. Ég vil líka segja til samfélagssamtakana. Þeir sem hafa verið að leiða þetta verk löngu áður en ég. Ég hlakka svo mikið til að heyra frá þér baráttuna þína og til að taka þátt í henni með þér. Til verkamanna sameinist. Verkalýðsréttarverkefnið, götusölumannaverkefnið, þjóðarsamband heimilistarfsfólks, Bronxworks og afhendingarmennirnir sem knýja borgina. Takk fyrir allt sem þið hafið gert til að halda draumi New York borgar lifandi. Til verkalagsfélaga okkar eins og ÖP32 BJ. NHTC, þú hefur sett staðla fyrir alla atvinnugreinar með samningsaðferðum, nýjum skipulagsaðferðum og nýstárlegri stefnu og löggjöf. Öll New York. Nýta þér afrek þín og ég hlakka til þess að halda áfram með þessum samstarfi. Til Julissu, nýkjörinna borgarstjóra fyrir efnahagslega réttlæti. Þetta, ég hef svo mikla trú á þinni getu til að halda athyglinni á vinnandi fólki skæri og ég er tilbúin til að þjóna með þér. Að lokum. Ég vil þakka fólki New York fyrir að treysta mér. Ég hlakka til að koma mér að vinnunni. Takk kærlega. Spurningar málefni fyrir herra Seok. Já, ég hef nokkrar fyrir þig. Ekki forritið. TC2FPD hefur sagt að það þurfi meiri peninga. Að stjórna fyrirtækjum. Svo ertu að plana að gefa meiri fjármögnun í hvaða tilgangi mun það fyrirtæki nota. Við höfum skuldbundið okkur á meðan á herferðinni stóð að vera. Að uppfylla það að tvöfalda fjármögnunina sem DC2FP hefur og spurningarnar sérstakar úthlutun eru samtöl sem ég mun eiga með framkvæmdastjóra okkar og varaborgarstjóra okkar. Og hvað finnst þér það myndi? Að fjármagna PC2FP til að halda verkafólki örugu á götunni, halda gangandi fólki örugu þegar það er að ganga Ég held að við höfum séð. Tíman og tíman aftur sýnir að árangur laga eða vendar má aðeins mæla með vitneskju þau og notkun þeirra. Og það eru svo margir lög sem nú þegar eru til. Að við höfum haft hvort sem undanvarna mánuði eða undanfarin ára þau séu ekki í raun og veru framfylgt og við vitum að fjármögnun er lykilástæða fyrir því.
og þannig að með því að tvöfalda fjármögnunina. Fyrir DC2FP erum við fullvissum að auka skilvirkni þess í framfylgd og einnig í eftirliti. Já, Candace, ég hef. Eitt dæmi sterk neytendaverndarlög í New York. Lög sem leyfa DC2FP að fara að ósamviskusamri framkomu eins og verðhækkunum og villandi aðferðum. Þessi borg hefur einnig nokkrar af sterkustu verndunum fyrir starfsmenn. Lög, sérstaklega fyrir tækifærismiða í borginni. Og eins og borgarstjórinn sagði, vil ég virkilega borg þar sem allir starfsmenn vita að ef þeim rænt á vinnustaf, ef þeim. Dagskrá ekki fyrirsjáanleg. Ef þeir eru að fá smámunir eða verða fjarlægðir eða gerðir óvirkir af vinnuþósta, geta þeir hringt í 311 og talað við DC2FP. Þeir munu hafa kraftar og viljan til að grípa til aðgerða til að krefjast ábyrgðar þeirra fyrirtækja og tryggja réttlæti fyrir starfsmenn okkar. Ríkisstarfsmaður með því að ríkið var bara að styrkja lög neytendavernd sem við erum mjög ánægð með að sjá, en borgin hefur sína eigin lög neytendavernd. Við erum á réttu málefninu. Já, takk. Fyrir ykkur bæði þrýstingur frá fyrirtækjum eins og veimel til að kynntu sjálfkerandi ökutæki inn í borgina. Þú nefndir leigubílstjóra, leigubílafólk. Sérðu leið til að vernda leigubílstjóra með sjálfkerandi ökutækjum? Það eitthvað sem við gerum? Heldurðu að sjálfvirk leiðarvakt ætti að vera leið? Sjáðu til, ég held að ef Waymo finnur sig hér í New York borg, þá mun borgarstjórnin okkar tryggja ekki aðeins eftirlit, heldur einnig reglugerð. Og það bæði í samræmi við það sem purfi verður DC2FP og einnig umfram það í gegnum allt borgarstjórnarkerfið okkar. Halló, hvernig hefurðu það? Gengur vel, hvernig hefurðu það? Varðandi spurningu að mér, tala mig. Það mjög stórt málefni, sérstaklega í okkar nútíma tæknitímum. Það eitthvað sem þú ætlar að fylgjast með og á hvern hátt? Hvaða hlutverki myndir þú gegna í að vernda marga, jafnvel okkur í fjölmiðlum, gagnvart því að sumir hugsa nú gervigreind sem löggjöf? Austur Pétur mögulega að taka fleiri af þínum störfum. Ég held að það sé áhyggjuefni sem ég hef heyrt frá mörgum New York búum. Og hvað varðar möguleikan? Áhrif víðtæks atvinnuleysis. Ég veit að það nú þegar raunveruleiki fyrir tölu fólks í dag, en sú tala aðeins að fara að vaksa. Og þess vegna munum við vera vissir hvort við séum að tala DC2FP eða. Borgarstjórnir í heild sinni leitast við að vernda starfsfólk og tryggja að umræðurnar gervigreind séu þær sem hjálpaðu New York borgurum í stað þess að þeir verði kostnaður við framkvæmdina. Þetta viðeigandi spurning? Já, haltu áfram, Jósi. Hreinsun. Öndunarógnin hafði fallið undir yfirráðasvið magnbríti. Myndir þú styðja það að fara aftur til? Þetta undir fundi? Það eru samtöl sem við munum eiga við framkvæmdastjóran og varaborgarstjóra. Og svo ég með aðra spurningu. Afsakið rödd mína, engar áhyggjur. Borgarstjórin Adams flaug nýlega til Mexíkó og síðan til Georgíu. Ég held að hann sé enn einhvers staðar út í heiminum. Þetta að hafa einhver áhrif á? Ertu að spyrja skipulag á breytingunni hjá þér? Og viltu að þú sért í rekstri í næstu viku? Það hefur ekki áhrif á breytinguna okkar og borgarstjórin. Það boðið öllum New York búum yfir 5 borgarhlutana að taka þátt í að fagna upphafi nýrar tímarar í stjórnmálum okkar. Jennifer, við erum að fara út á tangents. Já, geturðu talað? Og, herra Kvamdani, meira innsetninguna, áformin. Þetta í fyrsta skipti hér við Laggeti. Við höfum séð, eins og blokkarborti í kjölfarið. Ætlar þú að taka þátt með fólkinu? Eftir að þú tekur við embætti og hvaðan kom hugmyndin að gera þetta? Þú veist þetta ástæðan fyrir því að ég stend hér fyrir framabrauti sem borgarstjóri. Kjörin okkar frábæru borgir vegna stuðningsins, ekki bara frá þeim sem kaus mig, heldur hreinskilnislega frá þeim sem gerðust sjálfboðaliðar. Í þessari herferð höfðum við meira en 100.000 sjálfboðaliða. Við vildum því tryggja að þegar við fagnaðum upphafi stjórnar okkar væri það fagnaðarfundur sem ekki bara fyrir þá dæmigerðu fólkið sem væri boðið til innsetningar, heldur í raun allir. Og við erum nú þegar svo þreytt. Með því að svara frá New York búum sem skilja að þetta ekki mitt afrek, það okkar afrek. Þetta ekki mín stjórn, það okkar stjórn.
Á sama hátt þetta ekki minn innsetningarhátíð, það fyrir okkur öll. Og ég held að ég er svo spennt, hreinskilnislega, yfir möguleikanum á að fagna öllu. Af borginni okkar þegar við horfum á verkefnin sem okkur bíða, ertu að fara að taka þátt með einhverjum nefjórkbúum með fram leiðinni í veisluna? Ég veit að í augnablikinu ekki. Og þegar kosningunum lauk, voru þér 2 mánuðir til að fara yfir í nýja stjórn. Nú eru það 9 dagar. Furðulegt hvernig það gerðist. Ég að velta fyrir mér hvort þér finnist. Það eins og að senda skilaboð til nefjórkbúa að byggja upp stjórn þína. Mögulegt að þú takir við embætti með stórum lausum stöðum ennþá í stað? Hvort sem það varastjórar eða ráðherrar, og ef það gerist, hvað ættu nefjórkbúar að taka til sinna bóka af þessu? Við erum alveg örugg í liðinu sem við erum að setja saman og í þeim hraða sem við erum að setja hann saman. Þegar við tökum við embætti 1. janúar munum við hafa ráðherranefnd okkar tilbúna til að afhenda fyrir nefjórkbúa og það mun verða fundir sem halda áfram fram yfir þann tíma eins og alltaf gerist undir öðrum stjórnum en við munum hafa fólkið á sínum stað sem þarf til að byrja að afhenda ekki aðeins á viðráðanleika dagskrá okkar. En hreinskilnislega, til að sinna daglegum þjónustu sem nefjórkarar þurfa. Já, góðan daginn, var bara að velta fyrir mér hvar þú ætlar að hafa leyndardómsfulla neiðsvarna þinn á miðnætti. Og svo 4.000 manns spillir leyndarmálið. Ó nei, en með þessum 4.000 manns sem fá miða á raunverulega athöfnina, hverjir eru þessir manns? Getur einhver veitt þessum? Á móti, og hvaða öryggisforvarnir eru þá ætlaðar að vera fyrir blokkinni? Veiðið þið hversu marga lögreglumenn þið ætlið að hafa? Verða þar stíplur, svo að ég geti nákvæmar upplýsingar varðandi fjölda lögreglumanna, en ég djústætt þakklátur nýtt fyrir vinnu sína við að vernda nefjórkbúa og vinnuna sem þeir munu gera þann dag og einnig vernda nefjórkbúa. Að tryggja að þetta verði dagur til að fagna, og nefjórkbúarnir sem 4.000 nefjórkbúarnir verða þeir sem við bjóðum. Hins vegar blokkarhátíðin boð til allra. Og svo lokaspurningin þín, held ég. Eiðstafningin klukkan 1 mínútu yfir 12, þetta eru smáatriði sem við munum birta bráðlega. Við sáum öll að það kostaði að stíga tilbaka og ég held að þú vitir kannski að Allgaf nýlega út skýrslu meira en 400 manns sem þú skipaðir í umskiptin. Í nefndum. Í því skýrslunni bentu þeir á frú Ansari sem birti teiknimynd sem lýsir Ísrael sem hundi. Þar var einnig annar maður á. Hæ, ég hérna fyrir ykkur í beinni útsendingu frá Fox. Við tökum 2 mínútna hlé og kemum aftur með svo mikið meira. Velkomin aftur öll hingað í beinni útsendingu frá Fóa, við skulum fara með þið til San Francisco þar sem var stór rafmagnsleysi helgina sem hafði áhrif á meira en 100.000 íbúa. Og eins fljótt og
Mannlega mögulegt með þeim bestu fólki sem landið hefur til boða og það annað hvort allt sem ég hef að segja nema að ef þetta heldur áfram, þá munum við fá herra fólki til að svara. Og það verður vegna skorts, álag. Bæði PG og EOIBF 1245 ætla að tryggja að allir sem nauðsynlegir eru til að klára þetta verði á staðnum. Takk Bob, við opnum. Fyrir spurningu og svarið, já, herra. Það hljómar eins og þú sért að segja að mest af þessu sé vegna þessa elds sem kom upp, en rafmagnsleysi hófst bara á laugardagsmorgni klukkan 9 með, eins og, 100 eða 14.000 viðskiptavinni úti í Richmond District. Hvernig gerum við þessa tímalínu skynsamlega? Þetta hófst af morgni, en þú ert að segja að þetta. Eldur braust út síðdegis. Já, herra, segðu mér frá því. Gerðu það skynsamlegt. Já, herra, takk fyrir þessa spurningu. Tilkynntar rafmagnsrófar í morgun. Það sumt sem var ekki skýrt frá, svo teymin okkar eru að skýra það og taka þátt. Það voru engir bilunartímabil sem við upplifðum og staðfestum á kerfinu okkar í Richmond. Morgunin, fyrstu rafmagnsleysingarnar sem við tókum eftir voru síðdegis rétt í kringum klukkan 9 mínútur yfir 1 þegar við upplifðum eldinn og rafmagnsleysinguna sem. Það gerðist hérna, á þessari stofnun sem er á bakvið okkur. Þannig að það voru engin truflanir mánudaginn laugardagsmorgun. Rétt, við höfum engar skrár yfir neinar truflanir á kerfinu okkar. Á laugardaginn að morgni, í takt við það sem þú ert að tala á 14.000 blú. Ég veit að það voru nokkrir mismunandi fjölmiðlar sem greindu frá því. Teymin okkar eru að vinna að því. Að fá það skýrt og vinna með viðkomandi fjölmiðla til að veita viðeigandi staðreyndar upplýsingar fyrir gagnsæi. Ég held að það hafi verið kortið þitt sem sagði það. Það voru rafmagnsleysi í þessum hverfum á þeim tíma. Svo hefur þú einhverja hugmyndum af hverju PGT leysiskortið hafi verið að sína að það væru leysi í Richmond á því stig sem hann lýsti. En það var ekki raunin, svo ég hef ekki þá mjög sértæku upplýsingar. Svo takk, Jóti, fyrir númerið. Við höfum ekki þær upplýsingar, ég hef ekki þær upplýsingar. Why didn't you have a press conference like this sooner? It's been 48 hours since this happened, so why was the communication more transparent? Gegn frá byrjun, já, nei, takk fyrir þessa spurningu. Hvað varðar, þú veist, að halda fjölmiðlavund, þá er þetta mjög kraftmikið ástand þegar það gerðist. Það var að þróast í rauntíma. Það var flókið, eins og ég nefndi, við viðbrögðin, við sjálft eldin, vegna rafmagnsbúnaðarins innan í byggingunni. Aðstæðurnar, þú veist, fóru mjög hratt í þá átt að samskiptin og tíðnin og hraðin á þeim, þú veist. Við eigum það. Áætlaður tími fyrir endurheimt sem var ekki nákvæmur. Ég talaði líka það að meira en 91% nákvæmni séð yfir kerfið. Augljóslega virkaði það ekki hér, svo við. Það líka, og við vildum ganga úr skugga að við værum með nógu ítarlegar upplýsingar til að deila hér með ykkur, því mikið af þessu var í rauntíma. Og, þú veist, eins og þú sérð. Ég þakka Jóti, við höfðum ekki mjög góða innsýn miðað við magn skemmda sem búnaður okkar hefur orðið fyrir vegna sjálfs eldsins. Þannig að áhersla okkar var að vera í öryggi. Og til að geta endurheimt eins marga viðskiptavinni og hægt var eins fljótt og við gátum, sem er það sem við gerðum þegar við fengum öruggan aðgangað aðstöðunni. Við gátum endurheimt næstum 75. Hlutfall viðskiptavinna okkar innan fyrstu 3 klukkustunda og 15 mínútna. Þetta er virkilega miður. Alveg eins og það sem gerðist fyrir 22 árum til dagsins í dag. Árið 2003 þegar það var þessi stórvirkisbilun í San Francisco, barðist BKB fyrir skuldabréfinu. Hann veit að þetta var innviðabreytingin. Hvað gerðist þar? Ég meina, er þetta? Sumir af þeim viðhaldsvandamálum sem þú þurftir að takast á við í þessari byggingu, eins og lífið breyttist. Já, takk fyrir þessa spurningu. Þannig að þú ert að vísa til þess ársins 2003 þegar eldurinn braust út í. Það sem ég get deilt með þér er að við erum að fara að skilja, þú veist, svona, hvað gerðist í þessum bruna, í þessu truflunartilfelli, ef það er einhver tenging við það. Það sem ég get sagt þér er að á síðustu 20 árum höfum við fjárfest meira en $2 miljardar í raforkukerfinu okkar í San Francisco einungis, fyrir lífið. Og fleiri $100 miljardar bara í rafmagnstöðvum okkar og búnaði sjálfum og í þessari mjög stöðu hérna á bakvið mig höfum við fjárfest meira en 200 milljónir. Dólarar hafa hækkað verulegan hluta búnaðarins sjálfs síðan 2010. Svo þegar þú færð viðhaldið og svo. Kaplik varðandi nýlegar mánuði komu þessi viðvörunarmerki upp. Eins og hvernig var þetta atvik komið í veg fyrir. Það var engin vandamál sem við greindum, byggt á þeim upplýsingum sem við höfum skoðað. Hingað til og þú veist miðað við að það sé, þú veist, 2 dögum síðan, þá er miklu ítarlegri rannsókn og skrár sem við ætlum að fara yfir, þú veist, við ætlum að taka viðtöl við fólk og þetta verður allt. Með 3. aðila verkfræði fyrirtæki sem mun sjálft gera rannsóknina en við greindum engin vandamál í forvarnaviðhaldinu sem ég nefndi í október 2025. Og svo.
2 mánaða skoðunin sem við gerum sem var framkvæmd 5. desember. Það var ekkert sem var greint sem var rauður fáni í sjálfu sér og við ætlum að skilja allt það sem hluta af. Upprunaleg orsökin sem í gangi. Búist við að aðrar undirríki verði jafn viðkvæmar og þetta miðað við komandi aðstæður. Takk fyrir þessa spurningu. Engin merki það, herra. Við höfum gert verulegar uppfæslur á rafstöðvum okkar á þessum aðstöðum. Eins og ég nefndi, meira en $2 miljardar á síðustu 20 árum. Þannig að við höfum engin merki af öllum þeim veikleikum í þessum rafstöðvum og við erum tilbúin til að tryggja að við getum svarað fyrir storminum á öruggan og fljótlegan hátt svo að allir okkar viðskiptavinir sem eru vinir, fjölskyldur og nágrannar geta notið hátíðartíman með fjölskyldu sinni og ástum sínum. En þú sagðir að það sé 3. aðila verkfræðistofa sem rannsakar þetta. Veistu hvað? Hvað heitir það? Og verða aðra rannsóknir? Já, það Exponent. Það fyrirtæki sem, þú veist, gerir margs konar bílunar og greiningar og þeir eru mjög að hafa réttan tæknilegan getu og geta framkvæmt rannsóknir, bæði frá skráa yfirferð sem og skilning, þú veist, á búnaðinum og til að geta gert nokkuð örugga mat og ítarleg yfirferð sem hluti af því. Og, eins og við lærum meira, þú veist, við ætlum að gera það gagnsætt. Og eru þeir staðsettir hér? Exponent í Flóabotni, úr höfninni. Ég held að þeir hafi eitt af skrifstofum þeirra út á skaganum, svo þeir eru ekki of langt í burtu frá þar sem við erum. Hvað varðar slökkviliðið og aðra rannsóknir? Við ætlum að vera í fullri samvinnu og styðja við allar rannsóknir sem slökkviliðið gæti framkvæmt. Þannig að það í raun þeirra mál, þeirra ákvörðun. En, við munum halda áfram að vinna saman og vera samstarfsaðilar við þá alveg eins og við höfum gert frá því að þessi atburður átti sér stað og áður en þessi atburður átti sér stað, því við höfum unnið mjög vel með slökkviliðsdeild San Francisco. Við munum styðja þá. Eru einhver önnur ytri rannsókn sem hefur átt sér stað? Svo ég held já, herra. Ég hef verið að bíða eftir viðskiptavinum, stærsta áhyggjuefnið hefur verið þessi skriðandi frestur. Já, það fyrir endurheimt. Þú byrjaðir að tala þetta en ég skil hversu flókið málið Af hverju ekki gefa þeim lengri tíma? Vegna þess að ég held að fyrir marga íbúa, segja þeir. Sagði að þeir hefðu getað skipulagt í samræmi við það. Já, herra, leitaði að skjóli annars staðar eða hvað sem og gert aðrar ráðstafanir. Já, vissulega. Hvernig nálgast þið þá viðskiptavinni sem hafa áhyggjur af því? Já, svo að þá áhyggjum vel staðsett það sem ég segi. Og við erum jafn áhyggjufull og þau vegna þess, eins og ég nefndi, kerfi okkar, þú veist, sem. Jæja, þú veist, margra ára, þú veist, gögn til að hjálpa til við að upplýsa rafmagnsleysi og hvað besta matið á endurheimtir hefur virkað nokkuð vel. Accuracy that obviously did not work in this instance. We own that and we're committed to understanding exactly what happened, why it happened, make the fixes with a sense of urgency. Bréf með ákveðni til að tryggja að þetta gerist aldrei aftur. Þú myndist á að það eigi að vera einhvers konar kröfuferli. Við höfum haft yfirmenn og lofti okkar að tala ofur. Það að þurfa að henda upp veitingastöðum. Við erum lokað. Það fullt af fyrirtækjum sem eru enn lokuð. Já, hversu mikið geta fólk krafist? Svo við erum að vinna í þessum upplýsingum núna. Veistu, það sem við erum að skuldbinda okkur til. What's your ceiling? Yeah, I don't have that number right in front of me, but what I can tell you is we're going to do right by our customers. We understand the significant impact that it caused for food spoilage. Stöðuð vegna spillingu matvæla, þú veist, fyrir íbúana okkar, fyrir einn af toppdögum ársins, veitingastaðirnir, þú veist. Mjög upptekinn, þú veist, borgin var full af fólki að versla. Helgin fyrir jól, það ekki glatað á okkur nokkurn veginn og við erum skuldbundin til að flýta ferlinu. Við erum að vinna í gegnum þau. Í þessari stundu erum við að fara að hafa samband við þá viðskiptavinni sem höfðu verið fyrir áhrifum og tryggja að við getum hjálpað og stutt þá í þeirri ferli á hraðvirkan hátt. Vinur minn ennþá án rafmagns og ég spurði hann hvað hann myndi spyrja á þessari fréttafundi. Hann segir, ég reiður í hvert skipti sem ég horfi á rafmagsreikningin frá PGOE. Og ég samt án rafmags. Ég skil, ég get skilið það. Það sem ég get sagt þér að þú getur séð karlana og konurnar á bak við mig. Þeir hafa lagt sitt. Blóð, sviti, eigið fé og tárum síðan atvikið átti sér stað að vinna dögur og nætur til að tryggja að við endurheimtum hvern einasta viðskiptavinn. Ég skil þessa reiði. Greiða reikning, þá búast þeir við ákveðnu þjónustusti og áreiðanleika. Og við erum að vinna alla daga í að leggja í þá fjárfestingu, að gera betur og að eiga þann rétt til að þjóna. Viðskiptavinir okkar í San Francisco. Ég held ekki að það sé, þú veist, reiði gagvart starfsfólkinu þínu sem að vinna hart við að undirbúa línurnar, heldur frekar gagvart PG og ég meina, PEN.
power right now, don't know when it will be restored. Are they going to be expected to pay the same level of electric bill at the end of the month? Well, that goes right back to the comment I made. Það fer beint aftur til athugasemdarinnar sem ég gerði kröfuferlið að tryggja að við séum að gera, þú veist, rétt fyrir þá viðskiptavinni, sérstaklega þá sem hafa haldið áfram að upplifa langvarandi truflunartíman. Svo við ætlum að gangast undir það. Þú veist, beiðni mín fyrir þá viðskiptavinni ég veit að það eru tiltækar auðlindir. Ég talaði þjónustumiðstöðina fyrir viðskiptavinni í Richmond. Fljótt. Það býður upp á, þú veist, þægindi eins og hleðslutækni, Wi-Fi. Ég veit að það gæti ekki verið nóg. Ég skil það hvað varðar tilfinningar þeirra. Þú veist, við höfum fengið 211 ferlið. Við erum að styðja það, hvort sem það hótelvottor, hvort sem það gisting sem þarf að koma til. Við erum að leggja alla krafti og snúa öllum steinum til að tryggja að hver viðskiptavinur sé umgekju fyrir. En ég skil tilfinningu þeirra og get sagt þér og lofa því að teimin okkar rétt á eftir mér eru að vinna eins örugglega. Eins og mögulegt jæja, þú heldur að 14 fresturinn hafi verið næsti uppfærði frestur fyrir 10% endurheimtuna. Já, frú, hann var það, og, eins og teimi okkar hafa. Haldið áfram að meta og gera áreynslu skaðamatið. Við höfum greint viðbótarskaða innan aðstöðunar okkar á bak við mig. Og eins og endurreisa og koma kerfinu aftur, við verðum að geta endurstillt nokkuð flókið og margþætt rafmagnsnet. Það sem við viljum gera að þegar við setjum það aftur. Viltu geta gert það á stöðugan hátt þannig að þegar við setjum það aftur inn, þá skapist ekki endilega annað bilun og óþægindi og áhrif fyrir viðskiptavinni okkar. Það meginmarkmiðið við að vera vel ígrundaður, skipulegur og þegar við gerum þetta, veita stöðuleika netsins svo að viðskiptavinir okkar geti treyst okkur og farið inn í hátíðirnar með sínum. But you're not giving a number. You're not giving an hour or a couple hours. Yeah, so we'll be sharing that soon. Our teams are actively working that. This is just real-time information. Þetta bara rauntíma upplýsing sem var veitt af þessu teimi á vettvangi og það stór hópur af teimum okkar sem eru að samhæfa sig við staðbundið teimi, staðbundna neyðarstöðina. Og neyðarstjórnunarmiðstöðin okkar í Dafóil. Svo við munum deila þessum númeri hérna fljótlega. Viðskiptavinir og fyrirtæki sem hafa orðið fyrir fjárhagslegum tjónum á þessum tímapunkti munu þið bjóða upp á neyðarbætur í þessu öllu. Tilbúin fjárhagslega beint á ári. Já, það það sem ég nefndi varðandi það, skaðakröfuferlið, og það samstundis. Það mun vera flýtt og það mun. Veistu, fyrir jól, ætla að setja fyrir, ég veit ekki þetta. Við erum að fara að einblína á þetta strax og við munum fá þær upplýsingar út eins fljótt og mögulegt og við erum að fara að setja það niður. Úti þar svo að þeir séu mjög skýrir hvernig þeir geta lagt fram kröfur sínar. Og síðan á bakenda verðum við að fara í gegnum kröfuferlið. Þú ert ekki að bjóða neitt fyrirfram til viðkomandi viðskiptavina. We're going to expedite that process very quickly. And we'll have to go through a claims process. You're not set aside funds to issue immediate compensation for those affected whose addresses you do have. Þessar heimilisföng sem þið hafið. Já, jæja, það við verðum að fylgja eftirferðarferlinu. Ekki satt, frú, svo nei, það verður engin bráðabót fyrir viðskiptavinni. Það verður gegnum þá kröfu. It will have to go through a claims process? It'll be expedited. Expedited claims process. We have time for about one more question. Já, en hlaupandi vesturátt. Hvernig það mögulegt að eitt sé að hlaupa í eina átt austurátt eftir rými? Já, svo það netkerfi. Og kerfið sem á bak við okkur fæðir að lokum vestur hluta borgarinnar, aðalega, og hluta af miðbænum. Það 133 viðskiptavinir sem þjónustuð eru af þessu kerfi sjálfu og það einhver viðbótar, svipuð aðstæður sem við höfum. Svo það gæti verið að við höfum tengingu frá einu. Eða önnur rafstöðvar sem veita þjónustu fyrir þá tilteknu línu sem gengur í þá eina átt. Hvernig geturðu ekki vitað rótarsækirnar eftir 48 klukkustundir? Hvers vegna þarftu að ráða kirkmarsti? Já. Það hlýtur að vera rigningin og allt hérna. Vírin verða senda áfram vegna rigningarinnar. Þetta almennilega einangrað hér til að venda það? Já. Það allt ágískun á þessum tímapunkti, herra. Ástæðan fyrir því að við þurfum, þú veist, að gera rótarsakagreiningu vegna þess hversu mikil áhrif eldurinn hafði á búnaðinn okkar. Svo þess vegna þurfum við að fara í gegnum það. Lið okkar eru í samskiptum við þá líka, en við viljum ganga úr skugga að við höfum alliða og fjölbreytt getu á öllum sviðum. Verkfræðingar okkar. Tæknimenn okkar, rafstöðvaverkfræðingarnir okkar, þeir eru allir við sem hafa þessa reynslu. Við viljum geta fengið þriðja aðila til að ganga úr skugga að við séum ekki að missa af neinu sem hluta af því. Möguleg mat, þannig tilgangurinn á bak við það. Sumir sem mistu rafmagnið og reyndu að fá gistiskilríki voru sagt af starfsmönnum í símaþjónustu PG og þeir veru ekki gjaldgengir til að fá þau. I don't have that. We will again get back to you on that, JD. So I've taken 2 follow-ups. So one is, why was our outage management system showing the
Fjarskiptin á laugardagsmorgni og svo hinn punkturinn af hverju sumir viðskiptavinarnir voru ekki eða þeir voru ekki stuðningsmenn fyrir gistipinning. Já, við höfum þessar tvær uppfæslur. Ég veit að ég er þörf. Hér, við munum loka hringnum með þér þar. Já, takk öllum kærlega fyrir að vera hér í dag. Þetta er virt verkasvæði, svo við verðum að skila því aftur til teimana okkar. Ef við viljum loka þessu, já, ég myndi bara segja takk. Svo mikið fyrir að vera hér. Ég skil og met fullkomlega tilfinningarnar, ástríðuna og reynsluna af lífinu. Það er reynsla af lífinu sem viðskiptavinur okkar. Ekki þurfa að lifa með, ekki búast við og búast við meira. Það er nákvæmlega það sem við erum að gera. Það sem ég get sagt þér er að karlar og konur okkar. Ég hef verið í gegnum hetjulegt átak til að geta endurheimt örugglega og eins fljótt og mögulegt er. Þetta er flókið ástand. Við höfum þurft að gera mikið af skiptum. Margar mismunandi stillingar til að geta fengið viðskiptavini okkar aftur. Og ef við hefðum ekki þetta segulega kerfi til staðar, gæti svona áhrif varað í marga vikur, en það er ekki raunin. Við erum komnir nokkra daga í þetta. Við skiljum áhrifin og við ætlum að þurrka út viðskiptavini okkar, skilja engin viðskiptavin eftir. Við skiljum áhrifin. Við ætlum að gera rétt fyrir hvern og einn þeirra. Svo takk fyrir að vera hér og bara vitið að Fíani er í vinnunni og við erum tilbúin til að vinna sér inn traustið og forréttindin. Til að halda áfram að þjóna viðskiptavinum okkar og viðskiptavinum okkar. Þakka ykkur kærlega. Vertu öruggur. Eigðu frábæran dag. Hei, við höfum þig varið hér á beinni útsendingu frá Fox. Við tökum 2 mínútna hlé. Komum aftur með svo mikið. Meira. Takk fyrir að fylgjast með beint núna frá Fox. Ég er Sana Kallavi. Kansas geti Chiefs tilkynntu flutning sinn. Að flytja frá Missouri til Kansas með glænýjan leikvang. Við skulum hlusta á það tilkynningu frá liðinu. Ég er David Toland. Ég gegni bæði hlutverki varalögreglustjóra. Ráðherra viðskipta og það er heiður að fagna þér í þessari sögulegu tilkynningu. Þetta hefur orðið til þökks í hóp af einbeittum fólki. Á þessum vettvangi, í þessu herbergi og allt landið okkar komu saman undir forystu Kelly fylkistjóra, leiðtogar sem hlutleys flokkana. Þeir setja persónuleg markmið til hliðar og setja framtíð okkar ríkis framar öllu öðru. Og nú í dag. Tilkynningin sem landstjóri Kelly mun gera hvenær sem mun tákna stærsta efnahagslega sigur í sögu Kansas. Og þessi sigur mun einnig festa Kansas sem alþjóðlega áfangastað fyrir íþróttir og skemmtun. Og það virðist sem guvernör Kelly og ég séum að gera stór tilkynningar á nokkrum mánaða fresti, frá Panasonic til Merck Animal Health og Hilmar Kess.
Og með, í daglegu tilkynningunni, hefur Kelly-stjórnin nú náð yfir 30 milljörðum bandaríkjadala í skuldbundinni fjárfestingu frá einkageiranum og 80.000. Og störf, en besti hluturinn. Ekkert stærra en það sem við erum að fara að tilkynna í dag. En gerið ykkur grein fyrir því að foringjarnir eru ekki bara einhverjir. Efnahagslegur sigur fyrir Kansas. Þetta er miklu stærra en það. Chiefs eru hluti af því sem við erum sem Kansasbúar. Og nú verða þeir svo mikilvægur hluti af framtíð okkar í mörg ár og kynslóðir fram í tíman. Leyfðu mér að tala landstjóran okkar núna. Frá því að Kelly fylkistjóri tók við embætti hefur hún verið á leið. Fyrst til að fá fylkið okkar aftur á réttan kjöl og síðan til að fjárfesta í framtíðinni og til að ganga úr skugga. Kansas er besti staðurinn í Ameríku til að ala upp fjölskyldu. Hún hefur gert nákvæmlega það. Fyrir árum síðan var Kansas í fréttum af röngum ástæður, en í dag núna erum við að skapa fréttir á lands- og alþjóðavísu og í þetta sinn fyrir allar réttu ástæðurnar. Það er mjög bjart framtíðarhorf okkar í Kansas. Takk fyrir forystuna. Stjórnanda sem breytir. Verið velkomin, Laura Kelly, stjórnandi okkar. Jæja, góðan daginn öll saman. Og hvað þetta er frábær dagur. Áður en ég fer. Byrjað þó, ég þarf að viðurkenna góða, erfiðu vinnu varastjóra ríkisstjórans og verslunaráðherrans, David Tollen. Og þetta algjörlega frábæra teymi á viðskiptaráðuneytinu. Þau unnið dag inn og dag út dögurðum við lögtingið og við höftingunum fyrir að gera hendan dreyminn til veruleika. Við værum ekki hér í dag ef ekki væri fyrir þolinmæði, þrautseigju og þrálæti Davíðs Tolland. Svo fyrir hönd allra. Elskan, ég þakka þér, David. En nei, ég mun ekki endursemja launaseðilinn þinn. Þú veist, í meira en 7 ára mínum, já, 7 ár sem landstjóri, hef ég haft þann heiður að gera nokkur mjög stór tilkynningar. En ekkert stærra en þetta. Í dag er tilkynningin sannarlega söguleg. Reyndar er hún svolítið óraunveruleg. Tilkynningin í dag mun snerta líf Kansas búa í margar kynslóðir fram í tíman. Tilkynningin í dag er algjör snúningur fyrir okkar. Dagsetning. Vegna þess að í dag erum við að tilkynna samkomulag að koma okkar ástkæru Kansas GTGFs beint hingað til Kansas. Og til restina þjóðarinnar segi ég, takið eftir. Kansas er ekki flugiyfirferðarríki. Við erum markstöðuríki. Þú veist, þegar ég var landstjóri árið 2019, þurfti ég fyrst að laga Kansas. Að vaxa Kansas. Og leiðin til að gera það var ekki aðeins að laða að nýjum fyrirtækjum og störfum til Kansas, heldur að breyta skoðun fólks. Af ríki okkar, fólkið þurfti að sjá Kansas fyrir það sem það er, vettvang fyrir nýsköpun, staður þar sem stóru hlutir gerast. Staður þar sem ungt fólk getur elt drauma sína. Í raun og veru, besti staðurinn til að búa, vinna og ala upp fjölskyldu. Staður. Þeir eru stoltir af því að kalla heimilið sitt mjög flottan stað. Og hvað gæti verið flottara en að vera heimili Kansas? Borgarhöfðingjar, við erum að snúa Kansas í.
til þjóðlega miðstöð fyrir íþróttir og skemmtanir. Við erum að gera Kansas að ferðamannastað fyrir svæðið, fyrir þjóðina og fyrir heiminn. Efnahagsleg áhrif alls þessa eru gríðarleg. Nýja leikvangurinn verður í Víandóttesýslu. Hann verður í heimskeiðum. Öfundin í atvinnumannasporti. Það verður umkring skemmtanahverfi sem mun slá öll önnur skemmtanahverfi. Hótel og veitingastaðir og barir og fleira. Leikjardagur verður allan daginn. Og það er meira, mikið meira. Chiefs munu koma með nýjan liðsforingja. Fjórðungar og glæni æfingaaðstaða í Olathe, Kansas. Allt þetta mun leiða til yfir 20.000 starfa og yfir $4 milljarða í efnahagsleg áhrif og það er bara á byggingartímabilinu. Það er rafmagnsmenn og byggingarfólk, járnsmiðir og smiðir. Góð störf. Störf sem styðja fjölskyldur. Og mjög marktækt þessi samningur verndar skattgreiðendur Kansas. Með hlut ríkisins. Komið frá tekjum sem myndast af leikvanginum, skemmtistaðum og Starbond distrikt, auk fjárhæða úr happdrætti. Svo látið mig endurtaka. Hlutur ríkisins í þessu verkefni er greiddur með tekjum sem myndast af verkefninu, ekki með nýjum sköttum, ekki með því að færa. Fjármögnun frá öðrum miðstýrðum ríkisþjónustum en með nýjum tekjum sem verða myndaðar af verkefninu sjálfu. Þú veist þegar við tölum höfðingjana í Kansas, það ekki bara dollararnir og sentarnir og nýju störfin og metorðið. Þetta snýst að sameina tvær kraftar, höfðingjarnir og ríkið Kansas. Þau hafa svo mikið sameiginlegt, ríka hefð, sterk vinnusemi og allt fyrir eina dásamlega. Fyrir alla nálguna lífinu, heilbrigt keppnisanda og ástæða vinna. Chiefs unnu 3 Super Bowl. Á síðustu 5 ár vegna þess að þau unnu hart og unnu saman. Ég get monnt mér af því að það var á mínum tíma sem forseti að Chiefs voru svo árangursríkir. Og einnig, þess vegna ákváðu þau að flytja til Kansas. En þessi sigur er ekki einungis minn til að fagna. Horfðu á bakvið mig á sviðinu. Þetta var til vegna þess að við komum saman repúblikana og demókrata á staðbundnu og ríkistigi. Allir skuldbundu sig til að gera það sem er best fyrir Kansas og framtíð okkar. Þú sérð ekki oft þessa tegund af tvíflokkaboð í stjórnmálum okkar í dag, en það. Hvernig við gerum hlutina hér í Kansas, sérstaklega þegar í húfi er hátt. Og til sélar kund og alls stjórnarfólks samtakana, þú. Fjölskylda þín, allt félagið þitt eru einn flottasti flokkur. Sigurvegarar á velli og utan hans. Í sélark, ég. Veistu valið Kansas vegna þess að þú hefur alltaf augað á framtíðinni. Jæja, við líka. Við höfum alltaf verið Chiefs aðdáendur og nú. Við erum ostafjölskylda. Velkomin heim til Kansas. Takk, þú, stjórnandi Kelly, og þakka ykkur öllum fyrir að vera hér í dag á þessum afar sögulega degi fyrir Kansas City Chiefs og hundfjölskylduna. Þegar faðir minn stofnaði American Football League, hafði hann stóra drauma, bæði fyrir deildina og liðið sitt. Og þegar færa liðið frá Seattle Bowl til Municipal Stadium yfir á Arrowhead Stadium. Fókus hans í öllum tilvikum var að gefa áhorfendum bestu mögulegu upplifun. Í dag er önnur skref í þessum marfleið nýsköpunar og þeirri hugsunarháttu sem leggur áherslu á aðdáendur fyrst. Í Kansas City Chiefs. Við eltum stóra drauma. Á vellinum fela þessir draumar sér deildartitla, meistaratitla og markverðlaunin. En allt. Aðalinn, við erum líka stórir draumórar. Þegar NFL hóf að spila alþjóðlega leiki, vorum við meðal fyrstu til að skrifa undir með það að markmiði að koma Kansas City
Þegar Norður-Ameríka vann tilboðið að hýsa HM, stýrðum við að hluta til að koma vinsælasta keppninni heimsins á fót. Til okkar bakgarð, þegar nútíma fjölmiðlar breyttu landslagi fyrir aðdáendur okkar, urðum við fyrsta NFL-liðið til að búa til okkar eigið skemmtistofa, og samfélagsþáttaka okkar í gegnum Hund Family Foundation tilenguð því að tryggja að okkar Pocket nær ekki bara fótbolta. Við erum stórir draumórar og fjölskylda mín og ég höfum helgað líf okkar því að láta stóra drauma rætast. Kansas kom til okkar og sagði okkur frá stóra draumi sínum. Það af stöðugum leikvangur, heimskæði þjálfunarstaður, nýtt höfuðstöðvar liðsins og blómleg fjölnotaþróun. Þetta opinbert og einkasamstarf sem aðalega nýtir borgurum. Stór Kansas City svæðið. Þetta stór draumur og í dag stórt skref í að gera hana veruleika. Ekki misskilja mig, við höfum mikið af vinnu að gera, við erum enn snemma í ferlinu. Í mánuðunum framundan munum við ráða arkitekt og verktaka og hefjast handa við 5 ára tíman eða lengur. Lína til að byggja nýtt leikvang, og ég get ekki sagt nóg frábæra samstarfsaðila okkar. Takk fyrir, ríkisstjóri Kelly og vararíkisstjóri. Til að deila sín þinni. Þakka þér, forseti öldungaráðsins Masterson, forseti þingsins Hafkins og meðlimum LLC. Þakka fyrir að hjálpa til við að gera þessa sína veruleika. Takk til borgarstjórans Watson, borgarstjórans Bahon og leiðtoga sveitarstjórnarinnar sem hafa tekið þátt í þeirri viðleitni. Takk til Mark Donovan, forseta liðsins okkar, fyrir að vinna með leiðtogum beggja vegna ríkjamærans. Til að gera daginn í dag mögulegan. Aðdáendur Chiefs víðs vegar skulda þér þakklæti. Ég vil einnig þakka fóristum í Missouri. Í meira en hálfa öld höfum við haft ótrúlega samstarfsaðila í Jeffersonborg, Jackson sýslu og Kansasborg í Missouri. Það samstarf ekki lokið. Og við hlakka til að vinna saman á komandi árum. Aðdáendur Chiefs geta sagt þér að árangurinn sem við höfum notið. Samstarf undanvarna áratug hefur hækkað umsvifals svæðisins. Íþróttir innifaldar í samfélaginu. Og ef þú ferð til New York eða til Evrópu eða Suður-Ameríku, þarftu ekki að segja fólki frá hvaða hlið ríkismarksins þú ert. Þú segir þeim að þú sért frá Kansas City og það nokkuð góður möguleiki á að svarið geti haft eitthvað með Chiefs að gera. Hvort sem þú býrð eða hvaðan þú ert að horfa í dag. Ég vona að þessi lið hafi gert þér stoltan og ég vona að þú sért jafn spenntur og við erum þetta. Næsta kapli í sögu Chiefs. Ég loka með þessu. Í meira en 60 ára sögu þessarar deildar höfum við kallað 3 leikvelli heimili. Og við höfum flutt heim meistaratitil til hvers einasta þessara leikvanga. Í daglegu tilkynningunni tryggt fyrir komandi kynslóðir. Óstakostu aðdáendur munu hafa besta leikdagaupplifunina í öllu National Football League. Að börnin okkar og barnabörn munu hafa stað fyrir sitt eigið. Moments. And I promise you this, we'll do everything we can to bring trophies home to Kansas. Beginning with the 2031 season. Með tímabilinu 2031 mun staðsetning leikja Chiefs breytast en sumt mun ekki breytast. Áhorfendur okkar munu enn vera háværastir. NFL, leikir okkar verða enn besta staðurinn í heimi til að fagna fyrir leik og leikmenn okkar og þjálfarar verði tilbúnir til að keppa meistaratitil. Því á vellinum eða utan hans, við erum stórir draumamenn og við erum tilbúin fyrir næsta kafla. Þakka þér kærlega fyrir. Þú varst að hlusta á Kansas City Chiefs tilkynna flutning sinn og glænýjan leikvang í Kansas. Við munum hafa hitt af því tilkynningu þegar við komum aftur.
Velkomin aftur í beinni útsendingu frá Fox. Ég Sana Kallavi. Við vorum að hlusta á Kansas City Chiefs að tilkynna að þeir séu að flytja frá Missouri til Kansas með glænýjum leikvang. Við hlýðum á restina af þessari tilkynningu. Wondering the 31 on the jersey is for 2031 when the stadium will open in Kansas. They thought it was my age. Þeir héldu að það væri aldurinn minn, eins og bæði landstjórinn og herra Hund hafa sagt. Það þarf lið til að koma okkur hingað og þetta hefur verið sannarlega tvíflokksvinna. Og við erum þakklátt fyrir að hafa LCC meðlimina okkar sem rétti þessu kussu fyrir þetta auka. Samþykkt hér á sviðinu með okkur. Og ég vil kynna formann LCC, forseta öldungadeildarinnar, Tim Masterson og varaforsetan. Ræðumaður Dan Hopkins. Allt í lagi. Þetta ekki skemmtilegt? Þetta gott. Veistu, stórt. Svona gerist. Allir hlaupa til að taka fyrir sig heiðurinn. En eins og David sagði, sannleikurinn að þetta bara eins og á fótboltavellinum, þetta hópíþrótt. Þú veist það hópur manna sem gera eitthvað mjög öðrið hvert fyrir sig. Virkar sem eitt og það sást hér. Svo takk fyrir alla vinnuna sem þú lagðir í, Davíð. Takk kærlega fyrir löggjafanum. Takk fyrir LCC. Takk kærlega fyrir til Hund fjölskyldan. Jæja, það þú veist, mér finnst eins og liðið. Ég ætla að nota smá fótboltatæmi, ef þú leyfir mér það. Þessi leikur byrjaði þennan markverill virkilega. Það byrjaði nógu langt aftur til að fara aftur til fyrverandi þingmannsins Reikma í Kansashúsinu. Og þetta byrjaði í löggjafarþinginu. Það þar sem markadrifið byrjaði. Það ekki, með að leyfa löggjöf sem gerði það að verkum, þá tekur teimið það niður á völlin. Og það var í raun bara þrýstingur frá LCC í dag, ekki satt, sem færði þetta yfir línuna. Mér finnst eins og Kansas vann Super Bowl, veistu, það það sem ég meina, það og í raun til hamingju, hinar raunverulegu til hamingju fara til Chiefs Kingdom. Þetta verður ótrúlegt, rétt, þetta nú þegar í toppflokks upplifun á Arrowhead en þú munt fá betri umferðarupplifun. Þú munt fá betri gistingarupplifun. Þú munt fá betri sæti, betri útsýni. Og það verður bara, töflulegir hlutir gerast í Kansas. Og hinn sem óskar til hamingju skattgreiðandi í Kansas fyrir að ná þessu án þess að hækka einn einasta skatt. Ekki eirishækkunni í nýjum skatti. Þetta allt byggt á vöxt. Til hamingju allra staðar. Þakka ykkur fyrir að fagna með okkur. Guð blessi ykkur. Guð blessi mikla fylkið Kansas. Í dag örugglega spennandi dagur fyrir Kansas allt ríkið. Og að segja satt, það ekki eitthvað sem ég hef nokkurn tíma dreymt að gæti verið mögulegt á mínum tíma sem forseti þingsins í Kansas. En það sem sumir af ykkur viti kannski ekki. Til að þjóna sem forseti var ég eigandi lítilla fyrirtækja og það leiðir mig til að nálgast allar ákvarðanir sem ég tek með hlutverki þess sem fyrirtæki geta. Fyrir fylkið Kansas. Þegar þessi tækifæri birtust fyrst og löggjafinn ræddi að nota stjörnubréfalöggjöfina til að koma á. Tól sem gæti hjálpað til við að búa til heimili fyrir höfðingjana hér í Kansas. Það vakti vissulega áhuga minn og ég þyrfti að segja að Ron Reikma hjálpaði til við að vekja þennan áhuga. Auðvitað liðið kemur með mikið spennu og þú verður að elska efnahagslega möguleikana fyrir okkar hérað í svæðinu. En það sem gerir þessa tækifæri einnig einstök að Starbond svo. Vissum að skatta þegar í Kansas borgi ekki of mikið. Við myndum aldrei nota úr ríkissjóði eða innleiða söluskatt bara fyrir. Þetta markmiðið eins og við höfum séð aðrar fylki gera. Það einfaldlega ekki Kansasvegurinn. Starbonds gera tækifæri eins og þetta raunhæft fyrir fylkið okkar. Og gera það að góðu samningi fyrir Kansasbúa. Það margar hagsbætur í tillögunni sem samþykkt var af LCC í dag og efnahagslega. 20,000 jobs coming to the state of Kansas. 20,000. Over $4 billion in 4 milljarðar í efnahagsstarfsemi og það bara frá byggingunni einni. Við að horfa á yfir 1 milljarður árlega eftir það. Nýtt heimsmetastadion. Það verða nýjar veitingastaðir, hótel og lítil fyrirtæki eins og þú hefur heyrt. Frankly, ég tel að stærsta efnahagslega ávinningurinn verði. Hefur einhvern tíma verið í Kansasfylki. Og við gerðum það alltaf meðan við vörðum dollara Kansas skattgreiðenda. Það hefur alltaf verið afar mikilvægt fyrir mig. Og samstarfsmenn mínir á þinginu.
Að auki, ég hlakka til að taka stelpurnar mínar og fjölskyldur þeirra í kepsleik hérna í Kansas. Kannski munu þeir einnig koma með frábært rótjó á þann fallega leikvang. Ég þurfti að koma því inn. Reyndar var ég að tala við einn af þeim. Fólkið frá KFs í dag og komst að því að hann er líka mjög stór rótjó aðdáandi, svo ég hef fengið mér bandamenn þegar í þeim ferli. Þessi risastóra afrek. Í dag var mögulegur vegna margra fólks í þessu herbergi. Skipulagsfélag höfðingjans, hundfjölskyldan, takk kærlega, herra hund, herra. Donovan, löggjafarsamþykkt Kansas, iðnaðarráðuneytið okkar sem er duglegur, varalögreglustjóri Tóllinn og landstjóri okkar. Í dag er upphafið á einhverju. Sannlega sérstakt, eitthvað sem fer langt út fyrir okkur öll hér í þessu herbergi. Þessi sigur er fyrir fjölskyldur í Kansas alls staðar. Takk, til allir fyrir að gera daginn í dag mögulegan. Ég er mjög stoltur af því hlutverki sem löggjafarsamþykkt Kansas gegndi við að koma þessu til leiðar. Við unnum öll saman að. Þú getur skorað þessa sigur fyrir Kansas. Takk, ræðumaður Hafkins og forseti Masterson. Við erum næstum komnir að enda áætlunarinnar en áður en staðbundnir samstarfsaðilar okkar loka fyrir okkur, eru 3 manneskjur sem hef ekki verið viðurkennd opinberlega í dag að ég vil viðurkenna. Í fyrsta lagi, sérstakur aðstóðarmaður minn, Kelsey Williams, sem hefur sýnt ógnaða tryggð og ákveðni til að sjá verkefni forstjórans. Í gegnum hefur verið bara fyrirmyndarlegt. Löggjafarstjóri okkar, Rachel Willis, sem er skapandi, hæfileikaríkasta leiðsögumaður í flóknu pólitísku umhverfi sem ég hef nokkurn tíma séð. Og síðast en ekki síst, og hreinskilnislega, Bob North sem er faðir Starbonds og einnig sá sem hefur gefið líf sitt og ferill sinn í þjónustu almennings og hann hefur snert svo marga góða hluti í þessu ríki. Það er þekkt og óþekkt. Og Bob North er eini mikilvægasti maðurinn frá Bandaríkjunum til að láta þetta gerast. Takk fyrir, Bob. Þetta er ekki aðeins risastór sigur fyrir KFs og fyrir staða, en það er einnig mikill sigur fyrir borgina Ólati og staðbundnu samfélögin okkar í Víandóttesýslu. Hér er til að skora undirstrikka spennuna og áhrifin sem í dag. Tilkynning sem við munum koma með til samfélagana þeirra. Við höfum borgarstjóran Jón Bahon frá Ólati og borgarstjóran Kristall Watson frá KCK. Borgarstjóri Bahon, viltu byrja fyrir okkur? Takk, varalögstjóri Totnan. Góðan daginn. Gleðileg jól, ekki satt, þetta er eins og jól, já, hvaða spennandi dagur fyrir Ólati og Kansas. Þetta er tímamót, við erum spennt fyrir að vera hluti af lausninni til að koma með stærri og betra en NFL þjónustu á höfuðborgarsvæðinu, heimili sem Super Bowl meistararnir okkar eiga skilið. Ólati er samfélag þekkt fyrir háa lífsgæði og framúskarandi samfélag. Kansas geti KFs hafa verið mikilvægur hluti af þessu samfélagi í langan tíma og við gætum ekki verið meira spennt fyrir að fagna þeim í Ólati. Vakið spennu, gleði og stuðning í samfélagið okkar og við hlakkum til að dýpka þá tengsl og halda þeim sterklega ræturum hér á svæðinu í mörg ár fram í tíman. Takk öllum sem hafa lagt harta sér til að gera þetta að veruleika. Takk ríkistjóri Kelly og vararíkistjóri Tolland, forseti Masterson og talarinn Hafkins fyrir erfiðisvinna ykkar. Og allt sem þeir hafa gert og halda áfram að gera fyrir Kansasfylki. Þakka þér, Tim G. Tim, ég sá þig hérna. Held að þú veifir því. Já, Tim G vann mjög hart seint á. Við þökkum viðskiptahópnum fyrir lykilhlutverk þitt og allt sem þú hefur gert í dag og alla daga við að koma á stórum, miklum sigri fyrir Ólati. Og sérstaklega þökk fyrir höfðingjana. Skipulag og fjölskylda hunds. Við erum þakklátt fyrir skuldbindingu þína við Kansas City Metro og sérstaklega við þessa aðdáendur. Við getum ekki beðið eftir að þú sjáir hvers vegna Ólati er svo vinsæl. Staður til að vinna og kalla heim. Við hlakka til að vera hluti af óvenjulegu arfleif liðsins. Við erum hér til að fara í vinnuna og það er mikið að gera. Verkið lokið við þetta verkefni og erum skuldbundin til að tryggja að bæði ferlið og niðurstaðan séu fyrsta flokks. Eitthvað sem allir í Ólati og yfir allt ríki höfðingjana getur verið stolt af. Svo takk fyrir og farið höfðingjar. Góðan dag. Við viljum þakka landstjóranum og varalandstjóranum.
Leiðtogaskap þeirra fyrir hönd mikla fylkisins Kansas og fyrir að koma í veg fyrir þennan mikla efnahagslegan sigur. Ég vil líka þakka stjórnendum og stjórninni frá Vian.co-unni, Kansas City, Kansas. Við þökkum einnig Kansas City Chiefs fyrir að velja Kansas sem næsta heimili sitt, já. Aukafram þakka borgunum Lenexa, Séfni og Olati fyrir að taka þátt í þessari áhættusamri samvinnu við Vian.sýslu. Samstarfsverkefni. Við erum spennt fyrir þessu svæðisbundna samstarfi og skuldbundnir til að skila raunverulegum árangri. Sem hagnýtist Kansas styrkja svæðið okkar og efla samfélagið okkar. Með því sagt hún. Welcome to Kansas! Og nú beint frá Fox, við verðum rétt aftur eftir þetta hlé. Velkomin aftur öll hingað í beinni frá Voxel. Förum út í Mar-a-Lago. Forsetinn. Trump heldur ávarp. Jæja, ég vil óska öllum stóra halló og gleðilegra jóla og velkomin á Mar-a-Lago fyrir þessa spennandi tilkynningu nýja gullflotan. Við erum að kalla hann gullflotan og við erum að byggja fyrir bandaríska sjóherinn. Eins og þið vitið, þá erum við örvæntingar fullega þurfandi skip. Skipin okkar eru sum þeirra. Orðið gamall og þreyttur og úreltur og við ætlum að fara í hina áttina. Við erum ánægð að hafa stríðsráðherrann Pete Hegseth í viðtalinu. Að gera frábært starf og sjóherranemdarmaður Jón Pellan. Marco Rubio hér sem gaf frábærar, fáar orð fyrir. Í lok síðustu viku talaði hann í nokkra klukkutíma hversu gott starf við erum að vinna, sem satt. Sem yfirhöfðingi það mér mikill heiður að. Ég tilkynni að ég hafi samþykkt áætlun fyrir sjóhernum að hefja byggingu á 2 glænýjum, mjög stórum orrustuskipum sem verða þau stærstu sem við höfum nokkru sinni byggt. Þú veist, þú byggðir Iowa, Missouri, Wisconsin, Alabama, margar aðrar. Við áttum stórar orrustuskip. Þeir eru stærri, en þau munu hafa 100 sinnum meiri, þau verða 100 sinnum kraftaflóð. Það hefur aldrei verið neitt slíkt sem þessar skip. Þessar hafa verið í hönnunarhugleiðingum í langan tíma og það byrjaði með mér og mínum.
Í fyrsta lagi af því að ég sagði af hverju erum við ekki að gera skipabardaga eins og við gerðum áður. Og þetta eru þau bestu í heimi. Þau verða hraðustu, stærsta og allavega 100 sinnum öflugri en nokkur orustu skip sem nokkur tíma hefur verið byggð. Svo ef þú lítur á Iowa, Missouri, Wisconsin og aðrir en þeir voru svipaðir að stærð. Sumir aðeins stærri en hinnir, en ef þú tekur þann stærsta, þá er hann 100 sinnum öflugri. Þeir eru lengri smátt og þeir eru stærri. Þeir eru stærri skip en þau rúma miklu meira. Þeir nota að dauðleika. Orustu skipin eru stærstu og hreinustu og þungvopnuðustu skipin sem sérstaklega eru byggð fyrir sjóhernað. Hefur byggt margar nýjar herskip á undanförnum árum. Þær hafa haft tilhneigingu til að vera minni, miklu minni, og ekki gagnlegt fyrir það sem við erum og það sem við erum að fara í og friður í gegnum styrk. En meðal annars, við höfum verið að byggja flugmóðurskip. Við erum að fara að aukið það líka. Við ætlum að fara yfir í betri flugvél. Við höfum Ford-flokkinn. Við ætlum að uppfæra það í annan flokk. Flugvélarbátur. Og við höfum ekki byggt orustu skip síðan 1994. Þessar bröndu nýju skip verða meðal þeirra. Það verða þau yfirborðskip sem eru mest bangvænn í stríði á sjó. Þau verða í raun mestu skip sem hafa verið byggt nema undirvatnsskipin okkar. Við eigum undirvatnsskip sem munu hafa, á mörgum, var enn meira bangvænni og við erum að byggja margar slíkan. Hver þessara verður? Stærsta herskip í sögu landsins okkar, stærsta herskip í sögu heimsins sem nokkur tíma hefur verið byggt. Og aftur, það er 100 sinnum öflugra en. Fyrir Iowa-flokkurinn, það er hann kallaður. Þetta eru þessir stóru sem þú sérði í þáttunum okkar. Sigur á sjó. Ég veit ekki hvort einhver hafi séð Sigur á sjó, en það var klassískt. Þeir munu. Hjálpaðu við að viðhalda hernaðar yfirburðum Bandaríkjana, endurlífga skipasmíðaiðnaðinn í Bandaríkjunum og vekja ótta í óvinum Bandaríkjana allan heim. Við viljum fá virðingu. Við erum að fara að eiga það. Við eigum það nú þegar. Virðingin er meiri núna en hún var nokkurn tíman. Fyrir hálfu ári og ári hlógu þeir að okkur. Nú virða þeir okkur aftur á stigum sem þeir hafa aldrei. Virðulegu okkur. Við sjáum fyrir okkur að þessar 2 skip sem við erum að tala verði 10, en við ætlum að byrja með 2 og við munum fljótt breytast í 10 og að lokum. Við teljum að þetta verði allt frá 20 til 25 af þessum, en við erum að byrja með fyrstu 2 strax og við ætlum svo að verða mjög fljótt inn í þetta. Ég held að við ætlum að gera aðra 8 og þá ætlum við að lokum og nokkuð fljótt að hafa samtals 20 til 25. Við munum gera það. Ákvörðun. Við sjáum fyrir okkur að þessar skip verði fyrstu í allri nýri flokk herskipa sem framleitar verða á komandi árum. Frá Theodore Roosevelt, hinn mikli hvítu flotan. Munt þú eftir því, hinn mikli hvítu flotan til hins góðsagnakennaus Missouri, sem miklar byssur hjálpuðu til að vinna seinni heimsstyrjöldina. Bandarísku orustuskipin hafa alltaf verið ótvíræð tákn þjóðarlegt vald. Við hættum að framleiða þau. Í þeim af hvaða ástæðu sem er. Ég veit það ekki, og ég vil óska Jón Ten, sem er ritari þinn, til hamingju. Herðuflotinn kom til mín. Fyrsta daginn sem við hittumst talaði hann herskip og ég sagði, þú ert alveg á réttri leið. Hann sagði, af hverju erum við að gera? Annað, við höfum eldflaugar sem eru miklu dýrari. Við þessi hafskip hafa gríðarlega margar eldflaugar en þau hafa líka byssur. Og í mörgum tilvikum geta byssur gert vinnuna jafn vel. Flugskeyti á örfáum prósentum af kostnaði. Þegar þau eru fullgerð, þessi 30 til 40.000 tonn. Skipin verða aðrar en allt sem nokkru sinni hefur verið smíðað og munu þau verða stjörnu skipum bandaríska flotans. Og ég vil vera mjög skýrum að við erum að byggja þær hér. Við erum að vinna með öðrum en við erum að byggja. Þeir hér, við höfum frábær skipasmíðastöðvar. Við munum semja við sum fyrirtækin sem rekka þessar stöðvar, taka við rekstri stöðvana. Við byggðum áður, skipin einn á dag í seinni heimsstyrjöldinni. Núna gerum við ekki mikið af skipum lengur. Við gerum herskip, við gerum kafbáta. Við erum 15 til 20 árum á undan í kafbátum okkar, við vitum það. Fram yfir alla aðra. Þetta var eitt af því sem ég gerði í fyrsta kjörtímabili mínu. Við gerum langbesta kafbátana í heimi þar sem við erum að minnsta kosti 15 árum á undan.
á undan öllum öðrum í þróun kafbáta. Öflugust, það er rétt, öflugasta vopnið hvar sem er í heiminum og uppkett. Svo að orrustuskipin verða vopnuð bara hvað varðar byssur og flugskeyti á hæsta stigi. Þau munu einnig hafa ofurhljóðvopn. Margar yfirhljóðvopn, rafskammtavopn í nútímatækni og jafnvel þau öflugu leysivopn sem þú hefur byrjað að lesa um. Við erum með leysivopn. Þú miðar leysigeislan á skotmark og hann þurrkar það bara út. Við ætlum að hafa, það verða hinnir glæsilegustu leysigeislarnir í heimi og hinnir glæsilegustu. Í heiminum verða á skipunum sem við erum að byggja. Þau munu einnig bera kjarnorkuvopnin. Hún setti í loft sjóblískeitum sem eru núna í þróun sem munu. Þeir voru settir á laggildan hátt nokkuð fljótt en þeir eru í þróun og hafa reynst afar bangvænir. Bandaríska sjóhernum mun leiða hönnunina. Af þessum skipum ásamt mér vegna þess að ég er mjög fagurfræðileg manneskja ásamt samstarfsaðilum okkar í bandarískum iðnaði og við ætlum að hafa Pete Hegseth og Mark. Og mikið af mjög hæfileikaríku fólki í þessu en mikið af því er þegar gert. Við höfum verið að vinna í þessu í mánuði. Byggingin mun skapa þúsundir af amerísk störf. Við munum hafa störfin búin til. Ég meina, nú þegar eru verksmiðjur byggðar sem tengjast ekki þessu. Þó að gervigreind muni verða mikilvægur þáttur þegar kemur að til þessum skipum. Þau verða mjög gervigreindarstýrð. Í dagar tilkynning er enn eitt skref í markmiði okkar að gera bandaríska sjóherinn sterkari. Eins og aldrei fyrr, og þegar þú talar 100 sinnum meiri afl þessara risastóru skipa sem við höfðum fyrir árum, þá er það alveg ótrúlegt. Og í næstu viku ætla ég að hitta forsvarsaðalsamningataka. Ég ætla að hitta þá hérna á Flórída. Og við ætlum að ræða. Framleiðslu áætlanirnar eru of hægar. Við höfum margar þjóðir, bandamenn sem vilja kaupa. Við framleiðum langbesta búnaðinn í heimi. Engin er einu sinni nálægt en þeir framleiða þær ekki nógu hratt. Svo við ætlum að hitta þá til að ræða framleiðslu áætlanirnar. Við ætlum að hafa sterk framleiðslu áætlanir og eina leiðin til að þeir geti gert það er að byggja nýjar verksmiðjur. Jafnvel með F-35 höfum við marga sem vilja F-35 orrustuþotuna. Og það tekur of langan tíma að afhenda þær til bandamanna eða okkur sjálfum. Tekur of langan tíma. Eina leiðin sem þeir geta afhent þær er ef þeir byggja nýjar verksmiðjur. Þeir vilja ekki byggja nýjar. Það er dýrt, þess vegna ætlum við að ræða framleiðslu áætlanir. Við ætlum að ræða fjárfestingar í rekstrarfjármagni. Við munum ræða greiðslurnar til fórystu fólks þar sem þau eru að vinna sér inn 45 og 50 milljónir dollara á ári og geta samt ekki byggt fljótt. Þau ætla að vinna sér inn svona mikið fé. Þau verða að gera það. Í fljótu bragði. Aftur, við gerum bestu búnaðinn í heimi en þeir gera hann ekki hraðar. Og við ætlum líka að ræða arð. Við viljum að arðurinn fari inn í að búa til framleiðsluaðstöðu. Þannig að við verðum að tala öll fjárfestingarframlög, arðgreiðslur, greiðslurnar. Við erum líka að fara að tala hlutabréfakaup. Þeir eyða svo miklu fé í hlutabréfakaup. Þeir vilja kaupa hlutabréfin sín aftur. Ég vil ekki að þeir kaupi hlutabréfin sín aftur. Ég vil að þeir setji peningana. Setja upp búnað svo þeir geti byggt þessar flugvélar hratt, eins og strax. Ég meina, ég gleypi meira. Flugvélar í hvaða forseta sem er langoft líklega 20. Svo í hvert skipti sem ég fer einhvers staðar selja 100 flugvélar. Það inniheldur flugvélar, Boeing og svo framvegis en það inniheldur einnig herflugvélar. Og ég er alltaf að þurfa að segja 5 ár, 6 ár, 7 ár, þyrlur, apakkaþyrlur, mörg ár, Indland. Keyptu þær vilja fá þær vilja ekki bíða langan tíma. Svo við viljum ekki hafa forstjóra sem fá 50 milljónir bandarískir dollarar á ári að gefa út stórar arðgreiðslur til allra. Líka mann og einnig að kaupa aftur hluta. Og svo segja þeir, jæja, við höfum ekki peningana til að byggja verksmiðjuna. Þeir verða að byggja áætlanir. Áætlanir til að framleiða F-35. Áætlanir að búa til þyrlu. Áætlanir að búa til nýja F-47 þotuna. Og það er það. Og það er það sem ég ætla að tala við þá Þeir ætla að byrja að eyða peningum í að byggja flugvélar og skip og það sem við þurfum ekki eftir 10 eða 15 ár. Við þurfum þau núna. Og með sterkum. Í síðustu viku tilkynnti sjóherinn nýtt fregatt skipaskip og þeir ætla að vinna með suðurkóreska fyrirtækinu, Hanwha, gott fyrirtæki nýlega. Philadelphia Naval Shipyard. We're opening up the Philadelphia Shipyard. What's a great yard?
Now it was a long time ago decommissioned, but now it's reopening. En nú hún að opna aftur í samstarfi við sjóherinn og einkafyrirtæki. Frumvarpið varnarmál sem setti met sem ég undirritaði í síðustu viku heimilar. 26 miljardar dollara til að byggja ný skip þar á meðal eyðingaskip og ýmis önnur. Við nú þegar með mikið af kafbátum í byggingu eins og þú veist. Við að byggja mikið af kafbátum. Nákvæmlega tiltekið við höfum núna 15 kafbáta í byggingu. Ertu tilbúin til að byrja og við höfum aftur á móti það mesta kjarnorkukafbát í heimi með okkar tækni eins og þeir tala örgjörva. Jæja, ég myndi segja að kafbátar séu. Meiri en bara ráðleggingar. Við að minnsta kosti 15 árum á undan öllum keppinautum okkar. Kína, Rússland. Enginn getur komið nálægt. Við einnig að byggja 3 stóra flugmóðurskip núna auk þeirra sem við höfum. Og við höfum. Í raun, athyglisvega, höfum við mjög margar kafbátar. Hversu marga kafbáta eigum við núna samtals? Upp á við, afsakið, yfir 30. Hvað, yfir 30? Við með yfir 30. En þetta ofur frábær áskriftar og þetta og það ekkert álíka þeim. Svo við ætlum að gera frá 12 til 15 glænýtt. Kafbátar, við höfum nokkra aðra hluti í gangi. Við munum byggja aðra. Flotinn mun laga höfuðstöðvarnar. Við munum laga staði fyrir okkar góðu sjómenn til að búa. With companies, but we're also going to be penalizing companies that aren't doing a good job. For instance, when they built the Ford, Gerald Ford, the cost overruns were ridiculous. Það var gert í Norfolk, Virginíu. Við ætlum að ræða það við á fyrirtækið. Umferðin var út af böndum. Í seinni heimsstyrjöldinni, Bandaríkin. Það byggt upp af 4 skipum á dag. Getur þú trúað því? 4 skip á dag að meðaltali. Og það nú þau voru ekki öll stór herskip, en það voru skip. Fraktaskip, tankarar. Og það harmleikur að við leyfðum þessu ótrúlega getu að fara bara á villigötur. Við gerum það ekki. Ekki lengur, við byggjum stríðskipin okkar en það það bil allt. En það mikið, við ætlum að endurheimta Ameríku sem stóran skipasmíðavald. Við munum tryggja að Bandaríkin hafa öflugasta flotan í heiminum og munu halda þeim stöðu fram í tíman með herskipum í fararbróti og kafbátum sem enginn getur keppt við. Kafbátur, svo vil ég bara þakka öllum og ég vil biðja að ráðherra Heinz Hutt segi nokkur orð og síðan ráðherran. En ef þú vilt herra á flotamálaráðherra. En, Peter að gera frábært starf. Við höfum viðskipti. Niður 96,2% að koma inn í Bandaríkin. 92,6% sjó og fljótlega munum við byrja að. Sama fórið á landi. Landið miklu auðveldara, en hvert þeirra báta sem við eyðilögðum bjargaði 25.000 líf. Þannig að við björgum 25.000 líf í hvert skipti sem við eyðileggjum einn af þeim bátum með vímuefnunum sem hellast inn og þú verður bara að sjá það. Það þýðir að fólk segir, jæja, heldurðu. Heldur þú að það hafi verið eiturlyf? Jæja, farðu bara og sjáðu. Pókar alls staðar. Þetta ekki veiðibúnaður. Það engir veiðistangir á þessum bátum. Þeir fara hratt. Þú sérð bát með 4 eða 5 vélar, þú veist, sem fer 40-50 mílur á klukkustund og þeir verða fyrir árás. Við björgum 25.000. Líf bjargað í hvert skipti sem við sláum út bát og yfir 96% stöðvað á sjó. Við að reyna að komast að því hverjinn 4% til að vera heiðarleg. Og við munum hafa sömu árangur en enn hraðar því það miklu auðveldara á landi. Ef þeir vilja koma land munu þeir enda með að hafa stórt vandamál. Þeir að fara að springa í smánum vegna þess að við viljum ekki að fólkið okkar sé eitrað. 300.000 manns létust. Sennilega síðasta ár 300.000. Fólk segja ofta að það hafi verið 200. Einhver sagði í gærkvöldi að það hafi aðeins verið 175.000 manns. Það eins og 3 leikvangar, stórir fótboltaleikvangar, fullir af fólki sem að deyja. En ég held að raunverulega talan sé 300.000. Það munum við ekki hafa lengur. Svo við að gera frábært starf og við njótum þess að gera það. Landamærin okkar strong. Trillions of dollars is coming into our country from other countries and companies. They're building factories and plants, including auto plants, all over the United States. Plöntur allt Bandaríki Norður-Ameríku.
Án tollskatta myndu þær ekki gera neitt þó þær hafi verið mjög ánægðar með nóvember. En það er aðeins vegna þess að þær vilja forðast að greiða tolla sem allir eru að koma inn. Og aftur, stærsta talan var $3.000 í sögunni. Það var Kína fyrir mörgum árum. Núna er það $18 milljarða og það bara á 10 mánuðum. Við teljum að við gætum náð $2.000. Það er fjárfesting í Bandaríkjunum, þar með talið í verksmiðjum og búnaði. Við höldum alltaf vaktina hérna á. Frá Fox, við tökum 2 mínútna hlé. Komum aftur með svo mikið meira. Velkomin aftur öll hér allan heim fyrir ykkur í beinni útsendingu núna frá Fox. Við munum hugsa morgundaginn að lagu. Forseti Trump tekur á móti spurningum frá fjölmiðlum. Og þetta mun einnig vera úr mjög öflugu stáli. Stáliðnaðurinn að koma aftur mjög sterklega við vegur. Hann að koma aftur með mettölum og við ætlum að nota þá fyrir stálið. En í stað þess að vera á áhliðinni. Hvað með öllu rétti ekki það sama. Svo, Jón, við ætlum með allt stál. Ég skil, já, herra, þá verður það eitthvað sem fólk. Ánauð, dýrara en ekki einu sinni samanburðarhæft hvað varðar mikilvægi og styrk. Já, vinsamlegast, hver tímaáætlunin fyrir þessar fyrstu 2 skip? Og, sjáir þú þau sem andstæðu? Við munum byrja nánast strax og við munum líklega tala eftir 2,5 ár. Og varðandi verkefnið, sjáir þú það sem andstæðu? Til Kína, bara til að standa gegn öllum. Það ekki Kína. Við komumst fram hjá Kína ágætlega. Ég með frábært samband við forsetaxi og ekki Kína. Það bara, allir, við vitið ekki hver kemur á eftir, en við viljum bara frið í gegnum styrk. Vonandi þurfum við aldrei að nota þau, en aldrei verður eitthvað smíðað eins og þetta. Hugsið ykkur það. Þessir skipaskrimsli eru ótrúleg. Þessi hafa 100 sinnum meiri afl. Hugsaðu það. Ég meina og þau voru stór og þau voru öflugi. Herra forseti, þú veist ég. Ég hugsaði að taka nokkrar sem eru í þurbökum og breyta þeim. Og þegar ég sagði það, þú veist, ef við gerðum það, þá væri að við gætum aukið. Við tvöföldum þá væru þeir á, eins og bara ögn af því sem einn af þessum var. Þetta nýja tæknin, sem ótrúleg. Svo við ákváðum frekar snemma. Ekki gera það, já, takk, herra forseti Julio Rosas frá Mospisevul, Metia. Þú bara nefndir hina lægri magni ólöglegra fíkniefna sem koma sjó og þú sagðir bara. Þú ætlar að hefja þá sömu áætlun á landi bráðum. Ertu bara að vísa til Venesúela eða ertu að vísa til annara staða þar sem vímuefni eru heltin? Hvar sem ekki bara, Venesúela, já, að tala Venesúelu, olía. Hvað ætlum við að gera við olíuna sem við eigum? Ætlum að gera við hvað? Olíuna sem hefur verið gert upptækt. Bandaríkin gerðu upptækka 1 stykki. 9,000 tunna af olíu 10. desember. Við ætlum að halda henni. Hvar ætlum við að selja hana eða setja hana í stjórnunarforða? Kannski munum við selja hana.
Kannski munum við halda henni. Kannski. Við munum nota það í stjórnunarforðanum. Við erum að halda því. Við erum að halda skipunum líka. Já, takk, ofan. Venezuela, herra, hefur þú talað við bandarísk olíufyrirtæki sem höfðu eignir sínar teknar yfir hvað eftir maður og Venezuela þýðir fyrir þau? Hvað það að koma aftur og hefja aftur? Stóru fyrirtækin, já, ég hef, já, takk. Af hverju finnst þér að þessi framtak hafi verið vanrækt í svo marga ár? Og kemur þetta fram á meðan spennan er að aukast á milli Bandaríkjanna og Venezuela? Við erum að tala Venezuela. Já, jæja, þú hafðir annars konar forseta áður en ég kom. Þeim var alveg sama að vera rændir. Þeim var alveg sama að vera rændir. Þeim var alveg sama að efni flæði inn í landið okkar. Þeim var alveg sama fangelsin. Venezuela og Trent og Aragua tæmast inn í Bandaríkin þar sem þeir taka yfir Colorado og önnur svæði. Mér finnst óþægilegt að sjá annars konar fjölmiðla. Ég vona að fólki finnist þetta skemmtilegt því við höfum aldrei fengið meiri virðingu en núna. Já, takk. Takk, herra forseti. Varðstu hissa á fjöldamynd af Bill Shellington og skjölunum Epstein? Og geturðu skuldbundið þig til þeirra fyrir hvað? Og varðstu hissa á fjöldamynd af Bill Shellington í skjölum Epstein og geturðu skuldbundið þig til að láta þau útfara fullu fyrir árslok? Sumar fórnarlambana voru að mótmæla því að og mikið af þeim væri afmáð. Ég veit að margir eru reiðir. Allar myndirnar af öðrum fólki, þú veist, en mér finnst þetta hræðilegt. Sjáðu, mér líkar ekki við. Mér líkar við Bill Shellington. Ég hef alltaf fengið vel fram við Bill Shellington. Ég hef verið góður við hann. Hann er, gaman að hitta þig. Við höfum alltaf fengið enga virðingu. Hata að sjá myndir koma út af honum, en þetta er það sem demokratar, aðalega demokratar og nokkrir slæmir repúblikanar, eru að biðja Fyrir sumir, þeir gefa mér líka myndir af mér. Allir voru vinalegir við þennan gaur. Annað hvort vinalegir eða ekki vinalegir, en þeir eru, þú veist, hann var til staðar. Hann var alls staðar í Palm Beach og öðrum stöðum. Forstöðumaður Havard var. Besta vinur hans er Larry Summers. Og Bill Shellington var vinur hans, en allir voru það. Ég varð reyndar að rekka hann úr Mar-a-Lago. Og sem, þú veist, sem persóna. Sagði að það væri í Mar-a-Lago. Ég varp honum út. Mar-a-Lago þetta er Mar-a-Lago. Það er heitasta staðurinn í, ég held að það sé heitasta staðurinn í heiminum, en það er heitasta staðurinn í Flórída. Og allir myndu koma hingað. Hann myndi koma hingað. Við reyndum í raun að henda honum út. En nei, mér líkar ekki við að sína myndir af Bill Shellington. Mér líkar ekki við að sína myndir af öðrum fólki. Ég held að það sé hræðilegt. Ég held Bill Shellington er stór strákur. Hann getur klárað það, en þú hefur líklega myndir af öðrum sem eru óvart. Jeffrey Epstein fyrir mörgum árum, og þeir eru, þú veist, mjög virtir bankastjórar og lögfræðingar og aðrir. Og þeir munu enda vegna. Krakkar eins og Massi, sem er alvöru lélegur maður, sem er með 9% í skoðanakönnunum, fyrir utan, í fallega fylkinu Kentucky. Ef þú skoðar Kentucky er svo gott staður, en ég veit ekki. Þeir hafa nokkra fólk þar inni sem eru mjög undarlegir hvað varðar fóristu, en Massi er tapari, og honum líkar það. Og að hann vinni með demókrautunum. Hann er bara notaður af demókrautunum vegna þess að allt þetta mál með Epstein er leið til að reyna að víka frá gríðarlegum árangri sem flokki repúblikana hefur. Til dæmis, í dag erum við að byggja stærstu skipin í heimi, öflugustu skipin í heimi, og þeir eru að spyrja mig spurningar Jeffrey Epstein. Mér fannst það vera lokið. Ég tel að þeir hafi afhent yfir 100.000 blaðsíður af skjölum og það er gríðarlegur ágiskun. Þetta er áhugaverð spurning vegna þess að margir hafa mjög reiður að myndum af öðrum fólki sé verið að birta. Þau höfðu í raun ekkert með Epstein að gera, en þau eru á mynd með honum vegna þess að hann var á veislu og þú eyðileggur orðstýr